þessi tímarammi bara sem ég bara íþróttamaður, hann verður einhver tíman búinn. Þetta bara tímabil og ég þarf að nýta þetta tímabil eins vel og ég get og ég hef ekki tíma í það að vera að gera einhverja vitleysu fyrir einhvern annan, þú veist, eins og ef ég hef bara látið þetta virka fyrir þjálfaran, þú veist, nei, ég ætla að vera heimsmeistari og ég þarf bara að hugsa, heyrðu, hvað þarf ég að gera til að vera heimsmeistari? Ég þarf að gera breytingar þarna og ég þarf að gera þetta, ég þarf að hafa trú á sjálfum mér, þú veist, ef maður ætlar sér eitthvað þá nær maður því og maður finnur bara leið og ég hugsa oft bara eins og ég mjög gjörn á að gera breytingar, kannski ég ekki að gefa öllu nógu miklu séns, en ég finna bara ef eitthvað að virka og ef það ekki að virka. Algjörlega. Og ég ekki hrædd að taka þetta skref. Góðan daginn, kæri hlustandi og velkomin í fyrsta þátt ársins 2020. Snorri Björnsson heiti ég og verð með ykkur næsta klukkutíman og hálfan ásamt 50. og fyrsta viðmælanda mínum í þessum hlaðvarpsþætti, Söru Sigmundsdóttur. Þvílíkur gestur til þess að hafa í 50. og fyrsta þætti. Það ekki leiðilegt að tala við Söru, þvert á móti. Hún í góðum gír þessa dagana, nýstigin upp úr 8 daga hreyfingarlausri flensu. Það í fyrsta skipti í ansi langan tíma sem að hún hreyfir sig ekki í 8 daga. En þráttur þessa flensu þá hún á sigurgöngu þar sem hún valtar yfir hvert stórmótið á fætur öðru. Öll stórmót reyndar fyrir utan heimsleikana. Hún á ennþá eftir að ná sínu besta fram á stærsta sviðinu í CrossFit-heiminum. En með við ferðina á henni síðustu mánuði og reynsluna sem komin í bankan, þá alls ekki ólíklegt að við sjáum bestu útgáfuna af Söru Sigmundsdóttur 2020. Það ekki hógvær dagskrá sem þarf til þess að ná því besta fram úr svona íþróttamanni eins og þið heyrið. Ég æfi kannski 9 til 11, svo tek ég 2 tíma pásu, 1 til hálf 3. Ég tek 2 tíma pásu og svo þriðja sessjóni, þú veist, þetta bara games gýrin þarna, því svona keppi við, þannig að fara í næstu æfingu eftir fyrsta æfingu, þú ert alltaf með þetta hugafarali, shit, æfingin í morgun var helvít erfið, þannig að þetta að fara að vera struggle eftir, en einhvern mesti munurinn á þegar ég byrjaði að taka Unbroken var að ég fann ekki þessa þreytu tilfinningu í næstu æfingu. Þarna gefur Sara innsýn inn í æfingadaginn sinn og reynsluna sína af Unbroken, real-time recovery töflunum sem veru styrktaraðili þáttarins. Þetta virðist vera töfraefni því löngu áður en það kom einu sinni út á markað var ég búinn að heyra meðal annars Björgvin Karl, Gunnar Nelson og Söru lofa þetta. Svo víst Jón Jónsson að hlaupa sín hröðustu hlaup og semja sín bestu lög á þessu. Hvað Unbroken? Björgvin Karl lýst þessu sem real-time recovery eða rauntíma endurheimt. Og það slagorð vörumerkisins í dag. Það að segja enska útgáfan. Guð forðið þeim frá því að nota rauntíma endurheimt sem slagorð. Það ansi vel orðað hjá Björgvinni, tómstundaskáldi og crossfitara frá Hveragerði því virkni Unbroken snýst fyrst og fremst þessa hröðu tímasetningu vöðva næringar. Þegar líkaminn undir álagi mikið stress á meltingakerfinu og þar af leiðandi tekur upptaka næringar sinn tíma. Unbroken eru formeltar aminosýrur með enzýmum úr laxi og fyrir vikið situr uppi með hröðustu vöðvanæringu sem völ á og betri endurheimt. Allt þetta unnið á náttúrulegan máta, engin aukaefni í þessu og svo þetta smekkfullt af snefilefnum og vítamínum, meðal annars zink, selenium og vítamín B12. Unbroken fæst á unbrokenrtr.com. Það annars farið við margt í þessum þætti hjá okkur, nýlegar breytingar á mataræðinnar Söru sem einblína á frammistöðu og afköst en ekki útlit. Áskoranir á síðustu árum í tengslu við heimsleikana, þar meðal rifbeinsbrot í miðri keppni, 100 kg snörun, námið og munurinn á Söru Sigmundsdóttur 2015 og 2020. Fyrst og fremst finnst mér einfaldlega gaman að tala við Söru og þið heyrið það strax á henni. Þetta eitt stykki lífsglaður einstaklingur. Næstu 90 mínútur af þessum lífsglaða einstaklingi eru þér að kostnaðarlausu þökk sé styrktaraðilum þáttarins. Í ljósi þess að hvert einasta mannsbarn elst upp við og þekkir skyr, þá langar maður að bjóða ykkur að giska á hvaða bragðtegund af íseikskyr langvinsælust á Íslandi. Þið þurfa að vera mjög fljót að giska því að svarið crème brûlée og það reyndar ekki langvinsælasta skyrið. Mér langaði bara að henda því inn upp á svona spennustíði í þessari spurningakeppni gera, en fast á eftir crème brûléinu íseikskyr með dökku súkkulaði og vanilu. Skemmtilega við til að báða þessar bragðtegundir eru kolvetna skertar án viðbætt sykurs og bragðbættar með ávöxtum og sætuefnum. Þið þekkið svo kolvetna skerta íseiksskyrið á rauða borðanum og glæra lokinu. Ég hefði giskað á súkkulaðið og vanilan tæki crème brûléið í vinsældum. Crème brûlée reyndar mín uppáhaldsbragðtegund en ég sker mig greinilega ekki meira út úr þessu samfélagi en það að allt Ísland með sama smekk og ég. Það annarkvort crème brûlée á boðstólunum eða tandurhreint skyr. Bara hreina heiðarlega skyrið. Blátt lok, herðubrið framan á og 19 grömm af próteini í lítill dós. Íseikskyr, kíkið á þetta.
Líkamleg, andleg og stafræn heilsa, það virðist vera þemað í þessum auglýsingum. Við þurfum að huga öllu þrennu. Origo sér stafrænar lausnir, viðskiptalausnir, öryggislausnir og sjálfsafgreiðslulausnir fyrirtækisins. Origo getur þetta allt enda leiðandi þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og starfar nokkurn veginn eins og tölvudeild í rúmlega 100 fyrirtækja. Það líka góða líkur á því, af því gefna á starfar á Íslandi, að þú sem launþegi fái launin greidd úr kjarna, launalaust, Origo. Eins og 30.000 aðrir samlandarðinir. Ylgur heiðurshópur af launþegum þarna samankomnir. Þetta verið snúast mikið lausnir, frekar vandamál hjá Origo, blessunarlega, Origo. Já, ég ætla að enda þetta á okkur svona slagorði, ég bara ekki með það. Því miður eru auglýsingarnar ekki fleiri í bili, þú verður að bíða eftir næsta þætti til að fá þinn skammt. Fram á því mæli ég með því að hlustar á viðtalið mitt við Söru Sigmundsdóttur sem byrjar akkurat núna. Herri, fyllingin komin í varna núna. Ég allir glansandi? Já, nei. Nei. Ég var að baka. Hér í gang. Hérna. Fylling í varir, maður. Já. Það uppáhaldsorðin í þessum þætti. Sara Sigmundsdóttir, vertu velkomin aftur. Þakka þér fyrir, Snorri, þakka þér fyrir. Hvað, þú komst hérna fyrir 1,5 ári. Já, passar. Þá vorum við með annað borð. Herri, já. Og ekkert annað hefur gerst í rauninni. Nei, það er líka hiti í herbygginu núna. Ég er að gufu upp. Já, það er hitablásari fyrir mig. Ég er mjög ánægð með þetta. Þú ert í ullapeysu, ég er í stuttarumból og vatnið í glösunum er í gufuformi. Þetta er ómikið, sko. Stelpun er alltaf kalt, sko. Herri, þú ákvæmst að þú sendir mér þú sendir ekki bara mér í fyrsta skipti, heldur bara í fyrsta skipti á æfina og sendir message á hana og þú myndir mæta of snemma. Já, það er rétt. Þetta endaði sem bara á því að vera á réttum tíma, en ég meina það er frekar snemma fyrir mig, sko. Heyrið ég með klukkutíma undan, herri, sorry, ég veit þetta er í fyrsta skipti sem ég sendi það, en er lægi mæta of snemma og ég já, ok, ekki máli, ég drýf mig þá bara eitthvað, mætir bara á réttum tíma. Já, ég var líka að vera keyringa, ég alveg, djöfullinn, hvernig gat ég tekið bara það sem átti að taka 10 mínútur tók 40 mínútur, ég sem ætla að vera svo tíma núna, sko. Þú hlýtur að hugsa þetta daglega, eitthvað sem átti að taka 5 mínútur, hvernig gat það tekið 20? Þetta gerist alveg oft á dag, þetta, já, ég viðurkenni það. Hvort heldur að þetta gerist oftar á dag eða að þú sullir einhverju drasli í blandaraðanum inn í bílinn eða á eldurskólu? Það gerist ansi oft og þá spyr ég líka sjálf mig alltaf bara af hverju er ég svona, þú veist, af hverju gerist þetta alltaf fyrir mig? Þú veist líka, ég er mjög ánægður, þú leifur þess aldrei, sko, þetta gerist ekki án þess að þú takir mynd af því, sko. Nei, sko, ég hef lært að því að bara minningar eru svo góðar og maður þarf bara að læra að elska þetta. Ég get ekki verið eitthvað að reyna að breyta þessu því að ef ég reyni að breyta þessu þá versnar það bara. Já, meina, þú stressast öll upp og byrjar að sulla ennþá meira. Já, það er nákvæmlega þannig. Það versta sem ég hef samt gerst á þessu ári, þú veist, það er janúar náttúrulega, það er að ég hellti bústinu mínu niður á milli sætana í bílnum. Já, ég sá það. Já, það var mjög kalt þetta og ég þurrkaði þetta ekki strax og svo kom ég út í bíl og ætlaði að þurrka þetta, þá var þetta náttúrulega allt frosið á milli sætana. Shit. Þannig ég byrjaði að hýta 2 huskur og Þú ættir að byrja af því þetta og svo þurrka þetta. Þannig að það kannski smá leifar eftir og þannig að þetta er búið að vera svolítið skrautlegt. Ég held að þetta sé svolítið að fara að vera að versta bara yfir allt árið. Þú veist, þú ert búin að ná því versta núna úr árinu. Já, ég vona það. Já, mjög líklegt, sko. Þetta ár fyrir vel á stað hefur. Já, það er rétt. En byrju, þú ert búin að vera samt, sko, fyrir utan þennan hryllilega atburð, þá ertu búin að vera á mjög góðri siglingu síðustu vikurnar. Nei, reyndar ekki, sko. Í alvörinni? Já. Já, ok, ertu að tala um veikindiðin? Sko, ég byrjaði að vera... Ég verð að taka fram, ég ætla svona aðeins að nefna keppnirnar sem þú búin að vera að rústa. En ok, alveg, förum yfir í hryllingin fyrst. Sko, nei, það er ekkert búið að vera neitt hryllingur. Ég bara keppti og er bara búin að setja sjúklega mikla pressu á mig, gerði það í 2 mánuði og var bara að höndla þessa pressu heiftarlega. Svo komum bara jólin og ég hef bara búin að ákveða, ég ætla að slaka á jólin og svona. Þannig að ég leifi með það og ég ætla síðan að byrja bara í fullum gír aftur, sko. Fór kannski aðeins að ratta stað og ég held að ég væri í betra form en ég var. Eftir jólin bara? Já, eftir jólin, ég var bara að reyna að vera íþróttamaður aftur, fattar þú veist, þetta er smá mat og svona og hérna já, þannig ég æfi þannig einn geggjaðan dag, svo bara daginn eftir er mér 40 stiga hita í viku og ég var alltaf á hverju degi bara, ok, á morgun þá ætlum ég bara að hvíla, ég verð hitalaus á morgun
og svo bara endaði þetta að vera vika og ég fór til læknis eftir 3 sólarhringa að vera bara upp í rúmi bara eins og einhver skata, ég get ekki hreyft mig sko, ég var svo aum, ég gat ekki haldið á símanum mínum eins og ég verð aldrei svona veik sko, þannig ok, ég verð að fara til læknis, ég nefnilega búin að vera með kvef sín í Írlandi, það var ógeðslega kalt að keppa á Írlandi. Já, sko, fyrir þá sem halda Ísland eitthvað kalt og eitthvað svoleiðis, en við erum allavega með góða opna og bara getum hitað upp húsin oh my god, sko, við vorum í svona 3 peysum, bara að reyna að hita upp fyrir hvert event í Írlandi sko, og það var svo kalt, þannig ég er bara komið lúnabólgu, bara kalda lúnabólgu írska lúnabólgu já, sem er bara bloss upp núna, því í Dubai var því bara veik 2 vikur fyrir mót og svo aftur strax eftir mót var alltaf, þetta var alltaf að koma aftur upp og ég náttúrulega var ekki heldur að leyfi sér fara úr mér alveg að því ég var bara í keppnisskýrnum sko og já, svo bara stoppar líka með mig þannig að ég fyrir til læknis eftir 3 sólarhringa þá bara, þú ert með influensu B en þú ert of seina kominga þannig að þú getur ekki fengið neinn sýklalyf og ég var bara, ég hef aldrei heyrt þetta áður og ég er of sein að fara til læknis að því ég er veik sem maður ætlar alltaf að harkið assir sko þannig að ég endaði að vera í góða viku og er svona komist í gýrin aftur núna. Þetta er væntanlega í fyrsta skipti í hvað svona 5-6 ár sem að þú hvílir í viku. Já, ég ætla einmitt að segja þetta var alltaf verið svona 1-2 dagur og þá er ég að deyja eftir 2 dagi með svo miklu orku sko. Þannig að mæta á fyrstu æfingu eftir þessi veikindi var ágætlega mikið sjokk sko. Hvað gerðið þú í veikindafríinu? Ég gat ekki gert neitt, það er vandamál. Nei, ég var bara sofandi, bara allan tíman, ég var bara dauð. Varstu ekki að horfa á neitt eða? Sko, ég reyndi að horfa á einhverja nokkra þætti en ég bara sofna alltaf. Þú ert ekki búin að hreinsa Netflixið eftir sko, ég reyndi að horfa á You. Já, ég hef ekki tekið þá. Er það ekki þarna sem er eitthvað svona thriller, eitthvað gæi sem er eitthvað verið creepy? Jú, þetta er náttúrulega rosalega steikti þætti, sko, en drulli góður. En ég sofna alveg nokkru sinum, þannig ég misti kannski af nokkru köflum. En stelpan þurfti að sofna að halda. En þetta er eiginlega besta sem hefur gerst fyrir mig í svona 6 ár. Það er bara að ég þurfti að hvíla í viku. Nú er bara allir líðir og allt bara geggja sko. Já, en þú veist líka, núna ertu að hugsa þú mátt ekki taka hvíldadag næstu 5 ára. Já, það er komið í hugsa minn sko. Nei, ég er búin að plana ákveðna hvíldadaga og allt svona, þannig að engar áhyggjur. Hvað er búin að æfa allt í dag? Í dag, heyrðu, ég er búin að æfa 3 svar. 3 svar í dag? Já. Þú varst að koma úr Exi? Já, ég byrjaði morgun á að taka eins og ég kalla veikleika æfingu, það er bara pegboard, parallel handstand push-up, bara eitthvað svona hlutir sem ég hrætt við. Heyrðu, fór síðan í ennþá meiri veikleika æfingu sem eru sprettir í FH-húsinu og hjá Silju Úlfars, hún er að hjálpa mér með sprettina. Hversu langir sprettir? Sko, við vorum í 150, 120, 100 metrum í dag en svo vorum við líka bara við erum aðalega bara að æfa tæknin og svona í 50 metrum. Hvernig finnst þér það? Geðvikt. Þetta er bara það besta sem þetta er nákvæmlega sem ég þarf á því að vera betri íþróttamaður. Þú veist, ég er rosalega léleg í þessu og það kemur líka í bakið á manni, þetta kemur á games sko. Já, ég fann alveg fyrir því núna á games, þú veist, ég er náttúrulega alveg búin að vera að æfa að spretta og eitthvað svona en ég hef aldrei fengið fagmann til að fara með mér yfir og Silja er líka geggjuð, hún bara segir bara nákvæmlega eins og þetta er, hún bara, þú ert hræðileg hlaupari, við þurfum að laga þetta. Já. Vist, ég elska það. Já, nákvæmlega. Fær bara smá kick og já. En þetta er líka stundum þannig sko að þú veist eins og tengir við að þú veist þegar þú byrjar að bæta því snörun, þú veist þá var bara snörun uppáhaldshreyfingin manns, bara þegar maður byrjar að ná þessu og tæknin einhvern veginn og þú byrjar að bæta því ég held að spretthlaupi allt svona er alveg eins, þú ert svo lélugur í þessu og nennir ekki að díla við þetta síðan byrjaru, tekur geðveikt stóra bætingar og þá bara verður háður sko. Leiðu þú sérð bætingu þá færðu bara motivation, allt einn byrjar að fá trúið bara, ég actually get þetta, þú veist eins og við vorum bara þetta er í annarskipti sem ég hitt hann í dag og við sáum strax bara mun. Já. Þú veist, bara hún hafi sagt, heyrðu, þú þarft að spinna betur þannig, þú mátt ekki halla svona mikið aftur, þú veist, bara ég hefi hugsað þetta í 2 vikur, að ég var náttúrulega veik þannig á milli og þannig eina sem ég voru að hugsa mér að spretta, sko. Þannig að, þú veist, bara því að hún hafi sagt þetta, þá er allt í einu auðveldara núna að gera þetta, þú veist, ég vissi aldrei að ég væri að halla og mikið aftur þegar ég væri að spretta, mér er aldrei dottið í hug, maður hugsa bara ég þarf að lyfta hnjónum hátt og ég þarf að hlaupa srætt og ég get stór skref, já, vera létt á sér alveg
en þú veist, ég er náttúrulega þannig manneski líka, ég er bara ætla að taka allt á styrknum sko Já. Leið og ég er þreytt í sprettum þá bara kreppi ég hnefan og reyna að nota axlina mínar, ég veit ekki alveg sko hvort það hjálpi mér, en ég meina þú veist Svona er þetta bara og það er æfing nummer 2 Já, það er æfing nummer 2 Herru, og svo fór ég bara beint í exi og tók lyftingaræfingu og sprengikraftsæfingu þar og svo bara smá styrk Búm Lyftingaræfing, er það olympiskar lyftingaræfingar? Nei, beigjur föstudagar eru fyrir beigjur sko okay. Já, beigjur og backpressa Já. Ég er að reyna að gera Snorra umbúðsmanninn minn stoltan sko, hann er að reyna að ná mér í snatsi þannig ég þarf að ná honum í back bara Þú ert komin náttúrulega fáránlega langt í snatsi Já, ég er að ná þér Þú reyndir við 100 kílónum daginn Já, það var helviti nálægt sko Eftir að hafa náð 95 líka ekki? Já, 95 voru skít Já, þannig ég var ógeðslega bara, flott lyfta. herru, 97 Nei, fuck it, ég fer í 3 stafa tölu Ég ætla að vera fyrsti kvenmaðurinn að snara 100 kíló Svo bara fór stöngin yfir mig og ég var bara, heyrðu ég á þetta inni núna, ég næs í næstu Svo bara, power ef að smá búið Já, sem er svona klikkað að þú sért í náttúrulega miðri keppni búin að taka svona þungt fyrir ég meina hvað tekur 90-95 eða 85-95 Nei, ég tók 87, þetta voru 4 lyftur 87, 93, 95 Já, einmitt og síðan 100 Já. Þú veist, þetta er ekki svona óska staða til, þú ert ekki eitthvað að toppa á árinu til að ná þessum 100 kíló Nei, nákvæmlega, þú veist, þetta er bara á því að vera að æfa í 3 mánuði, þú veist ég hugsaði bara þannig, ég er líka shit ég var enda 6 mánuði til að toppa mig á games þú veist, það er nóg inni, sko Einmitt, sko Þannig að ég næði þessu bara Hvað þarftu að ná í bekknum til þess að ná Snorra? Ég vill eiginlega ekkert spyrja hana því það getur verið svona 140 kíló í viðbóti eða eitthvað Það er líklega að þryggjast á Já, það er mjög líklegt Ég á ekki þryggjast af til ennþá í bekk en þú veist, hann á örugglega þryggjast af til sem að, já Ertu að taka bekk vikulega? Nei, ég er að taka Ég aðra veist aldrei crossfitar að taka bekk Nei, ég tek bara þrönga bekk bara út af handstöðupressum Ég er bara að reyna að styrkja mig í handstöðupressum Ég fekk smá sparki rassin á rók í fyrra og taka strikt paralett handstöð push-up og það var bara ógeðslega erfitt fyrir mig Ég er mjög góð í handstöðupressum sko en leið eru komin einhver haldfang sem ég þarf að vera með hendurinn á þá allt í er erfitt þannig að þá bara finnum maður lausnir á hvernig maður á bæti sig Þetta er hugafarið sko Þetta er orðið svo erfitt maður einu sinni var nóg bara eitthvað herrið bara handstöðupressur og mátt sko sparka þeir upp í loftið og nærði senna eitthvað herrið við ætlum að gera þetta strikt herrið við ætlum að gera þetta með upphækkun Já, svo núna bara einhver rísa upphækkun á paralett sko það er bara og það er líka bara heyrðu þetta er bilið sem er á milli haldfangana þannig að ég sem er ein af þeim hávöxtustu í crossfit bara er með sama bil og stelpa sem er 1,60 þú veist Þetta er erfitt sko Það er alveg aðeins lengri vegalengd fyrir mig að fara upp heldur en hana sko og þú veist, svo erum við bara mismunandi sterk þú veist, eins og ég væri miklu frekar til að hafa viðra og reyna að nota brjóstkassan meira og meðan einhver annar er kannski betri í þröngum eða fattaru það er svona ósangjart fyrst með stundum á mótum þegar það bara settur eitt standard yfir alla þú veist, þetta er bara eins og reyndar er það svona í liftingum í crossfit líka er engin þyngdaflokkur en ég meina Já, en síðan er þetta styrkleikar einhver starf annars þar. Já, einmitt. Hvað, wallballs og róður og eitthvað fleira? Nei, ég er rúglega bara á tóti. Það var ekkert annað. Hvað í anskoðum að það sé meira í kassa? Það er náttúrulega svolítið mikið það núna í crossfit, sko. En þetta er þess að maður sér 10, þú veist, clean og jerka eða eitthvað. Hún heldur stönginni semi við ennið á sér, sko. Þetta er bara, þetta er allt annað. Ég veit það. En hún er náttúrulega bara fáránlega sterk líka sko og bara sjúklega flottir íþróttamæður sko. Er hún komin í 100 snatch? Nei. Veistu hvað Íslandsmetið er í snatchu? Ég held að ég eigi Íslandsmetið á móti 95 91 91? Já, í móti Já. Liftingamóti Í liftingamóti, já, það er 2017 Svo hef ég ekkert keppt á ólympísku liftingamóti núna nema bara strax eftir að ég braut náttúrulega rifbeini hana 2018 Classic Já, classic Sætli muna Já, guð mig góður Þannig að ég keppti á HM eftir það bara til að fá smá motivation Það er þá 91 í snörun og 100 Nei, þá náði ég bara sko 85 eða eitthvað þá var ég bara nýbyrja að lifta aftur eftir broti Já, en í þessari keppni sem tókst 91 þá tókst 110 eða ekki? Það tók 110 og 91 Þannig ég var fyrst í kvenmaðurinn að fara yfir 200 kíló en
Síðan tekur 100 kíló snöruna núna. Já, ándjókst, ég vil spennt fyrir því. Þá bjóðum við þér í klubbinn. Það? Já. Það er ofta sagt að þú fáir pung þegar þú ert búin að, mér langar ekkit mikið í það, sko. Þetta er staðreynd, sko. Þetta er staðreynd. Þú stendur upp úr snörunni með pung. Shit, ég veit ekki hvort ég sé tilbúin í það, sko, en Þetta allt fyrir 100 kíló snörun. Þetta bara fylgir þessu. Já, ok, ég til í þetta. Síðan kemur við hingað eftir þriðju æfinguna og borðar hérna eitthvað dýrindis potrétt. Þú varst frekar að fyrir samur. Sástu ekki hvað það var, eða? Ég sá að það var paprika þarna. Sko, þetta er paprika, sveppir, hrísgrjón, baunir, og svo sko það randomasta í heimi, netismjör. Já, bara bættin í þetta. Já, bara maður þarf að hafa þetta eitthvað gott að bræða, sko. Ég elskar netismjör, þannig að ég bara hendi netismjör allt. Ég ætla að giska á að þú sést líka að mæla út að þú þurfur að bæta einhverju fitu í þetta og þú látið þá smá netismjör. Já, en þú veist, ég gæti alveg sett eitthvað annað sem fitu, sko, en netismjör það er the key. Já. Líka þegar maður er að vikta, sko, þá nennir maður ekkert að vera að láta eitthvað ólífólíu eða eitthvað svoleiðis. Það er bara waste. Það er ekkert bragð. Þetta þarf að vera gott líka, sko. Já, og það líka að vera matur í þessu, þú veist, ef þú ert að limita þig. Hvert er mörgum kaloríum á dag, veistu það? Sko, núna, ég er í 3200, held ég. Vá. Já. Það ert í svona miklu. Já, ég er sko alveg í 380 gram kolvetni. Damn. 70 gram fita og 150 gram prótein. Já, almennilegt. Þetta er erfiður æfingadagur hjá mér. Svo er ég með hvíldadag og svona líka og þá er ég náttúrulega að borða aðeins minna. 340 kolvetni, 65 fita, 150 prótein en það. Hvað er það búin að vikta lengi? Sko, ég byrjaði að vikta aftur. Ég tók mig pásu, sko. Ég ákvað bara ég byrjaði að vikta 2016 og var bara alltaf að borða allt og lítið, þú veist, ég átti bara að limitera það sem ég er að borða, þú veist, ég var bara að borða 200 gram kolvetni en að æfa 3 á dag og eitthvað, þannig ég fór bara í allt og miklu ofþjálfun og þú færð bara ógeð, þú veist. En varst þú að reyna að borða eins lítið og gast? Nei, þú veist, ég hugsaði bara, þú veist, ég var að láta einn mann hjálpa mér og ég bara, heyrðu, mér langar að skerast niður, mér langar í six-pack, mér langar þetta, þannig að hann auðvitað bara gaf mér það sem ég var að biðja en það var ekkert gott fyrir performance heldur. Nei. Þannig að núna hugsaði bara, ok, nú þarf ég bara að hugsa performance. Auðvitað hugsa maður alltaf að mér langar að líta vel út og allt svona, en það er ekkert að vera að drepa mig á off-seasoni, að vera með aðeins meira utan á mér heldur en on-seasoni, það er bara að fara að gefa mér þegar ég er að fara að toppa mig, sko. Nákvæmlega. Þannig að ég er eiginlega að reyna, þú veist, auðvitað mjög rétt sérstaklega fyrir hvern mann að vera að sætta sér við að vera ekki eins skorin og hún getur verið, sko. Já, einmitt. Og það er líka, þú ættir svo auðvelt með það og það er finna við þetta er mótsagnir að vera bara eitthvað svona ripped og fitnessleg. Það er ekki að fara að gefa. Versus að vera bara í ógeðslega góðu standi. Já, það er einmitt það sem ég er búin að finna núna. Það er bara, eftir ég byrjaði að borða meira, byrjaði ég bara að performa betur og það er engin betri tilfinning en að vera á æfingu og bara geta nelt æfinguna, ekki vera með einhvern svima og vera að pína sig. Ég var alveg komin í þann pakka að vera bara, ég var svo stolt af mér ef ég náði að svelta mig smá yfir daginn. Já, einmitt. Þú veist, og svo hugsaði ég bara, vá, þið langar að vera heimsmeistari en þú ert að svelta þig. Þú veist, það er ekki að fara að láta að vera heimsmeistari, sko. Jú, ef þetta væri önnur íþrótt það sem að þyngdaflokkur skiptir virkilega máli. Svo ég veit bara hvað þyngd ég þarf að vera til þess að vera best í CrossFit. Já. Veist, að ég sé á mínu besta standi í CrossFit, veist, ég má ekki vera of þung, ég má ekki vera of létt. Veist, ef ég er of þung þá er ég að fara að feila á 5-leika æfingunum, ef ég er of létt þá er ég að fara að feila á lyftunum. Þú þarft að vera bara medium góður í öllu í CrossFit. Og líka, þetta er svo pirrandi með þegar maður er sko, eins og það að vikta og svona, það er náttúrulega geggjað fyrir þig líka upp á að vera svona, finna einhvern réttan farveg. Já, einmitt. En maður svona kannski gleymir að hlusta hans á tilfinninguna og síðan maður komin í eitthvað svo brengla dæmi það sem bara herðu, eins lítið og hægt er gott og þá mun ég missa fitu og síðan ertu bara að taka æfingu og svo segir bara eitthvað svimi og smá kalt og eitthvað svona, maður bara, herru, hvert er markmiðið? Já, nákvæmlega. Líta vel út á okkur mynd nákvæmlega, en þú veist, ég var bara komin í það hugafar, ég var bara, mér langar ekki að vera þessi stóra CrossFit stelpa og þú veist, að því ég var náttúrulega alltaf í yfirvigt þegar ég var yngri, þá er þetta svo fast í hausnum á manni líka. Einmitt. Þannig að ég er alveg með geggjaðan kall sem að heitir Mike sem er að hjálpa mér núna og hann er bara
leið og ég fyrir inn að pakka bara, heyrðu, mér langar núna bara að skerast, ég geti þetta ekki lengur, þú veist mér finnst mjög erfitt að ég bara þannig manneskja, ef ég að gera eitthvað þá ger ég það 100% og mér finnst mjög erfitt að vera með mat núna og vera að hugsa og þú veist, ég að borða án þess að vera 100% að ég bara með 100% hérna fókus á að grennast, þú veist, það hefur alltaf verið fókusin minn að léttast og eitthvað svona núna ég að borða fyrir performance og stundum ég bara, heyrðu, ég nenns ekki lengur mér langar að grennast, þá fæ ég bara tilbaka þú veist að gera þetta við líkamæðin ef þú ferð í undir kaloríur þetta að fara að gerast þér á hormónuna þína þetta að fara að gerast, svo mikil áhrif á hormónuna já, þú veist, þetta alveg magnað hvað bara að borða of lítið getur haft áhrif á allt. En ég ætla líka að benda þarna út að, þú veist, mann langar að líta vel út, ok, hvað að líta vel út? Það að líta út eins og hérna módelin eða, þú veist, bestu krossetarnir eða eitthvað svona, og með því að þú sést alltaf bara fáranlega ript og skorinn, þá ertu náttúrulega að senda þessi skilaboð á aðra, þannig í rauninni þarna hefur líka tækifæri til að vera bara, hey, þú veist, þetta er ekki best, sko. Nákvæmlega, það sem er bara satt, þú veist, þannig ég er bara, maður þarf alltaf fyrst að trúa því sjálfur áður maður getur búið þetta skilbóð og ég er svona svolítið komin á þann stað þú veist, ég var fyrir Írland og ég var fyrir Dubai þú veist, kannski ekki alveg eins skorinn og ég hef alltaf verið en shit hvað var gaman að keppa og vá hvað ég náðu að performa þú veist, og ég hugsa eftir og ég er bara vá, bara þetta bara næringin getur skilað svo miklu bara því þið líður aðeins betur þá færðu meiri áhuga á að performa þú veist, þú ert ekki að upplifa þessa tilfinningu að vera bara búin það er svo ógeðsleg tilfinning að eiga bara heilan keppnisdag eftir, bara 4 ógeðsleg event og þú ert svo búin á því bara því þú ert ekki búin að næra þig nógu vel að því þú vilt, þú veist fallendur ákveðna ímynd að vera skorinn og flottur, þú veist, það skiptir engu máli. Nei, og líka bara, þú veist, ég tengi við þegar þú segir mér eitthvað, yes, ég náði að halda mér, þú veist, ég borðaði pottið eitthvað, þú veist, undir hérna, ég veit ekki hvað bara svona, undir daglegri þörf af kaloríum í dag, og þú veist, þú fagnar því sem veistalegt, þú veist, þú ert að fara að bingea næsta laugardag, þú ert að fara vel yfir, sko, og þá byrjar að refsa þér aftur og bara bjóða upp á hann vítarhring. Já, ég var komin í þennan pakka, ég var alltaf með úr á mér sem sagði mér hvað ég var að brenna mörgum kaloríum og svo var ég náttúrulega með kaloríunar í fitnesspal líka þannig ég var bara, heyrðu, ég er búin að brenna þú varst bara með þetta svart á hvítu þannig ég var bara, heyrðu, ég kom með 1700 kaloríur á úrinu mínu en ég er búin að borða 1900 ég ætla að fara hjóli núna og brenna 200 það er hræðilegt þú veist, en í rauninni er ég ekki að þú veist, markmið mitt er ekki að reyna að grannast heldur er að vera heimsmeistari og ég er að horfa svona á þetta og bara eitthvað úrið þitt segir hvað það borða mikið og æfa mikið hugsa hvað maður getur verið klikkaðir þetta er bara magnað þetta er bara þessi útlit styrkun sem maður er núna maður heldur að maður eigi að líta út á einhvern ákveðin hátt en þú veist, það pælir enginn í þessu nema ég þú veist, eins og ég segi núna, já, ég er aðeins meira utan á mér það sér enginn að nema ég örugla já, klálega og það er sem er svo magna, maður er svo blindur á það þú veist, hvað maður þarf að gera til að líða vel í staðan fyrir hvað maður heldur alltaf að allir aðrir halda að maður eigi að líta út fattur hverju meina algjörlega. Þannig að þetta er alveg maður er smá klikkar, það er hægt að segja það já, ég mitt, og þú veist, ég gerði þetta í 3 mánuði bara fyrir hérna marathon, þá ákveði bara herri þú veist, nú var gott að skera sig niður, það er betra að hlaupa léttur og allt það, og mér fannst það geggja það var ógeðslega gaman að fara all in í þetta ótrúlega mikill árangur, en síðan gerist það hræðilegasta sem ég hef ekki ímyndað mér er að bara allt í einu var ég hættur að vikta þannig ég þurfti að byrja að giska á hvað allt er og þá var ég alltaf svona, ætli ég sé komin yfir ég er pottitt komin yfir shit, þá byrjar maður að borða ennþá minna því maður svo hrættur að fara allt of mikið yfir og síðan bara missir maður alveg tökinn og bara borðar allt of mikið og þá kemur þessi vítarhingur aftur svo þarf maður alltaf að refsa sér líka það er að versta laugardaginu hjá mér áður fyrir voru svakalegir það bara, en þá var ég líka bara ég ætla að sleppa því að hvíla á morgun að því ég borða svo mikið í dag þá er ég búin að fórna hvíldinni minni bara því ég misti stjórn á matnum mínu þú ert bara atvinnu íþróttamaður já, þetta er magna sko. áhuga íþróttamaður það er hann rétt sko. en hún hérna Karen Axelsdóttir þríþrautarkona mikill hjólari, hún var að mynda að tala um eitthvað já, ég skil ekki alveg með þetta crossfit-lið eitthvað þau er alltaf hérna eitthvað að vikta og elska að borða eitthvað, ég bara veist, ég meika ekki að borða svona mikið ég var bara, wow, hvað ég tengi lítið ég tengi mjög lítið við það ég er bara mikið, sko, það er ekkert mál að borða mikið nei, en hún var að fara í náttúrulega Ironman og svona það sem að þú ert alveg að þú veist, taka 4
tíma æfingar Já. af En hún þyrfti náttúrulega að vera að borða slatta Já, einmitt, jú, hún var alveg að borða mikið hún var að segja bara, mér er svo mikið vesen að vera að borða svona mikið ég bara, vesen, þetta er bara mest að snildi í heim Þetta er bara highlight of the day er að borða það, þú veist, það er ástæðan sem maður ennur að æfa Það er hræðilegt hvað maður hefur gaman að Já, þetta er líka bara versta í heimi er á kvöldin þegar maður er búin að borða það síðustu máltíðina og maður er bara nú þarf ég að bíða í nokkra klukkutíma fyrir morgumatnum Ég ætla bara að reyna að sofna Ég ætla að reyna að sofna eitt snemma Ég ætla að fá mig gósvað til að líði svo í þessu sött Ég ætla að vona að sé margir sem er bara hvað er það að segja Já, Ef þið er ekki að tengja þetta þá er það á góðum stað Já, bara fagnið þessu nákvæmlega En þessi máltíð, hún var plant-based Já, Segðu mér meira um það herru, ég er frekar plant-based manneskja Já, En ég er þú varst hins vegar- ekki valinn einn af íslensku game changers Ég sá það Herru, ég er reyndar heldur ekki búin að sjá myndina Nei, ok En hérna, já, ég er mjög sár Já Út af því, En núna greinilega er þetta samt alveg, þú ert ekki að tala mikið um þetta? Nei, þetta Þú ert er ekki ekkert aktivisti? Nei, ég er ekkert með þessa þú veist, plant-based trú sko. Nei. Það er bara, bara eins og ég held að allir séu rosalega mismunandi bara hvernig þeir taka við næringu og allt svona, þú veist það sem hendar mér get ekki hendað þér og ég var bara að horfa á allt og margar heimildamindir þegar ég var rifbeinsbrotin og þá byrjaði þetta eiginlega ég sá bara lítinn kjúkling á svona vel og svo heyrði ég bara hljóðið og svo ætlaði ég bara að borða kjúkling um kvöldið og eina sem ég gat séð var bara kjúklingurinn á þessari vel og þá var ég bara shit, ég get ekki borða kjötlengur þannig að þetta byrjaði þar, ég var aldrei mjólkavöru með neitt fyrir þannig að það var aðalega bara að taka kjötið út og þú veist, ég viðurkenna að ég er mikil matmanneskja sko. Ég elska alveg hægælda lambalæri og ég er alveg kjötmanneskja sko. En bara á þessu augnabliki það bara áttaði mig á því og ég var bara, ég fæ klíu að ég að hugsa um að borða þetta því ég sá bara alltaf fuglinn fyrir mér og ég heyrði bara þetta hljóð það var eiginlega rosalega skrítið sko. Og svo hugsaði ég bara, ok, ég þarf að hafa bak við eyrað að ef að þetta er að fara að hafa áhrif á performance mitt þá þarf ég bara að vera pescetarian, reyna bara fisk eða eitthvað svona já. En ég ætla bara að prófa þetta, ég ætla bara að negla á þetta Og við erum að tala um að þú fórst bara full vegan Ég var bara all in, já. Ég er ekki alveg 110% vegan Nei, ég var að tala um bara þá þegar að Já, ég hef alltaf verið í lýsi Já, ok Það er bara, mér finnst það bara að vera must Það er bara, ég finn svo mikið mun á lýsi versus eitthvað annað bara fyrir liðina sko. Og svo er ég náttúrulega líka unbroken Já, sem er gert og úr það er ekki séns að ég sé að fara að hætta því það er gert úr laxa enzímum Já, þannig ég er á því tönnu sko. Þannig að það er einhvers konar dýra afurð já, þannig ég er á þeim bara því, en svo er ég rosalega mikið plant-based bara og þú veist ég mitt elskaði podcastið við Solli sko, að heyra söguna hennar það var að búa til sitt eigi soja og ég var bara, vá, þú voru að gera sitt eigi tofu Já, það hefði líka átt að sjá henni og mætti hérna hún er eitthvað, Snorri, þetta er svo gott að gefa mér eitthvað græna safa og hella einhverjum ég duftum elska þetta sko. Já, það var í geggjari stemmingu sko, og með eitthvað hlaðborð hérna á borðinu Vá, ég fann koma í podcast með henni næst sko. Það var í geggjað að fóku tvær saman sko. Já, það var í geggjað En já, þannig ég ákvað bara þá að ef þetta myndi af áhrif á performance þá myndi ég bara, þú veist, bæta inn hægt og rólega og sjá hvað væri sem að væri að hafa þessi áhrif nema það að ég byrja bara að performa miklu betur ég léttist án þess að missa styrk og bara liðinni mínir urðu svo geðveikir, ég var alltaf með bara svona mér var alltaf illt í njánum, ég gæti ekki verið að krjúpa og eitthvað svona bara svona litlir verkir út um allt sem að náttúrulega þegar þú ert íþróttamæður þá finnur þú alltaf fyrir líkamannum, líkaminn er náttúrulega bara vinnutæki, þú þarft stundum eða fer stundum of langt og bara, já, eins og það er en ég fann bara svo mikið mun á bara recovery, ég var svona léttari á mér, ég er náttúrulega ein af stærri CrossFit stelpunum, ég var bara alltaf léttari á mér því ég var að hlaupa og allt svona þannig að ég náði að léttast, ég var ennþá jafn sterk og það hafði bara engin áhrif á mig, ég fór í blóðpröfi bara til að tjekka því maður hefur alltaf heyrt að B12 og játn og eitthvað svona að þið skorti það þegar þú hættir í kjötinu það var ekki þannig, ég var með ómikið magna kreatíni þannig að, já, Stefán þannig að, og svo var játni bara fullkomi, B12 fullkomi ég er ok, þú veist, þannig ég er ekkert að stressa mig á þessu og ég er búin að vera núna í 2 ár Já, þú er búin að vera svo lengi Já, og ég finn ekkert
Veist, ég held að ég fari ekki tilbaka aftur. Þú ert líka sko eins og talar með að vera all in, þú ert svo þú veist, bara eins og þau vorum í Barcelona fyrir 1 ári Já. og þú varst þú mealpreppar allt sjálf á ferðalagi Já. og þú ert líka að gera það plant-based. Já. Er það að gera það erfiðara? Já, það sko að fara til sko það eru sum lönd sem að bara vita alltaf hvað vegan líka. Já, og einmitt. Spánn alveg einn af þeim löndum, þannig að ég bara komið rútína á þetta, ég panta bara hrísgrjón á hótelinu, svo ég bara með mína ferðavikt svo kaupi ég bara baunir í dós og ég bara preppi þetta sjálf, þetta ekkert vesen ég hef bara verið með nokkur nestisbox með mér, ef maður ætlar sér eitthvað þá bara lætur maður að virka, maður finnur alltaf lausn. Já, þetta bara svo fyndið hvað þú segir einmitt, þetta ekkert vesen sumir bara hún að borða hrísgrjón og baunir í öll mál, það ekkert mál maður finnur bara, þú ákveður bara hvort þetta sé og verfitt eða ekki, ég hugsa alltaf já. Bara það alltaf leið ef þú ætlar eitthvað. Já, geðvægt. Þannig að þú ert að borða tölvöld meira. Já. Þú ert að borða plant-based svona í grunninn. Ert að gera eitthvað meira til þess að halda, þú ert að tala um fæðubótaefni, þú ert að taka lýsi, þú ert að taka Unbroken. Unbroken er alltaf svolítið nýtt núna. Það er ekki klassiska 22 grama af próteini og kreatín. Það er náttúrulega öðruvísi sko, það er bara þetta eru laxar enzím sem að leysast fljótari upp, þú veist þess að þú recoverar betur og ég náttúrulega byrjaði að taka þetta hvað í febrúar eða janúar í fyrra já, það komið 2020 janúar 2019 byrjaði ég Já. og ég man bara, ég trú ekkit á að einhver tabla geti haft svona góð áhrif, ég var eitthvað búin að lesa þetta og eitthvað svona og þú veist, Snorri sagði bara prófa þetta bara áður en þú hefur einhverja skoðun á þessu, ég var bara, þetta er bara eitthvað placebo eitthvað hérna svo byrja ég á þessu og þetta var svo magnað, þú veist, þú finnur munin eftir ég byrja að finna munin eftir svona 2-3 vikur og þetta bara, þú ert alltaf einu svo ferskur þegar þú ert að æfa, þú getur alltaf einu bara þú veist, ég man bara þegar ég byrjaði í CrossFit maður var svo peppar, maður vildi bara æfa endalaust og bara því meira, því betra, þú veist, þú varst bara með endalaust orku og þetta var svona smá svona þannig tilfinning þegar langaði bara ekki að hætta bara æfingin er búin en ég er ennþá svolítið fersk þú veist þetta var þannig upplýði ég það sko ég var alltaf bara að byrja að ná þyngdum aftur og þetta var bara að hjálpa mér því þú veist maður náttúrulega þegar maður er í on seasoni maður er að æfa á þú veist ég æfi kannski 9-11 svo tek ég 2 tíma pásu 1-2:30 ég tek 2 tíma pásu og svo 3. sessjóni þú veist þetta er bara games gýrin þarna því svona keppi við þannig að bæta inn Unbroken þannig alltaf eftir æfingar að fara í næstu æfingu eftir fyrstu æfingu þú ert alltaf með þetta hugafarali shit, æfingin í morgun var helvít erfið þannig að þetta er að fara að vera struggle eftir en einhvern veginn mesti munurinn á þegar ég byrjaði að taka Unbroken var að ég fann ekki þessa þreytu tilfinningu í næstu æfingu og svo prófaði ég líka eitt annað það var þegar ég var að taka mjög erfið interval þú veist, þú finnur sýruna og þú ert kannski að gera eitthvað í 9 mínútur hvílir í 2-4 sinnum að taka Unbroken og vera að drekka það á meðan ég var að gera þú veist, þá blanda ég kolvetni við það líka og svona, þú veist, bara munurinn á því, bara sýrustiginu á meðan ég var í intervalunum var bara magnar, þú veist sýran fór einhvern veginn bara alveg á milli Klika. Já, þetta er rosalega klikkað en þetta er bara ég tengi líka svo mikið við það sem voru talað með að vera svona skeptísk á þetta og allt svoleiðis en ég heyrði þetta mitt líka frá sko Bjögga áður en þetta kom á markað þá var hann einmitt eitthvað að testa ég og Bjöggi varum að testa þetta á sama tíma sko og ég var bara, er ég bara klikkuð eða er þetta að virka svona sjúklega Sara hringdi í mig ég var bara, þú veist, að því þú veist, það var náttúrulega margt að gerast á þessum tíma hjá mér, þannig ég var ekki alveg viss hvort þetta væri Unbroken, var þetta, þú veist breytingarna sem ég var að standa í þannig eða hvað var þetta sem hjálpaði mér allt einu að komast aftur á statin sem ég var svo ég var náttúrulega að ströggla helling þannig eftir brot og svo brotna aftur og hausinn fer alveg svolítið langt niður
og allt inni var ég bara komin á staðinn þar sem að ég þekkti sjálf mig aftur og ég var, allt inni þorði ég að lyfta aftur og var að ná þyngdunum sem ég er búin að reyna að ná í 2 ár og eitthvað svona svo þetta var svo magna og ég var alveg Bjöggi, ertu að upplifa það sama bara, ertu alltaf bara að gefa feskur hann alveg, já, þetta er nákvæmlega eins og mér líður þannig að var alveg, þú veist, það var gaman að heyra þetta frá honum líka sko. Já, en þú ert búin að vera þarna eins og þú tala með að fara svona upp og niður í árangri, að hausinn sveiflast svolítið með því. Já. Ef við förum aðeins aftur til 2018, það sem þú brotnar þarna og þá er ekki að tala um brotnar niður, heldur þú bara rifbeins brotnar í nébau. Nei, þetta er verri en það. Ég nefnilega brotnaði ekki í lyftinni, ég brotnaði í uppbytun. Nú? Já. Og var það málið? Og þannig að ég sem sagt Þú ert sem sagt á CrossFit-leikurum 2018? Já, ég er á CrossFit-leikurum 2018. Fyrsta eventið er hjól og ég hef búin að vera að hjóla eins og brjálæðingur og drullu spennt fyrir þessi eventi og þetta voru 10 hringir og og þú veist, þegar þú ert í innasón þá ert ekki mikið að telja hringina, þú bara eldir kráti og svona og svo er sagt leið að þið heyrið í svona cowbells þá er það síðasti hringurinn nema það að nossararnir voru með svona cowbells. Já, bara hvetja. Já, en ég heyri þessi bjöllum og ég fyrir bara all out. Ég bara síðasti hringurinn, let's go. Þú veist að ég var ekki alveg viss hvort það var 9. eða 10. Svo heyri ég bjöllum, ég alveg, þetta er 10. Shit, ég á svo miklu orku inni, ég ætla bara að fara. Þannig ég bara komin hana fremst og ég bara, okkur er enginn að gefa í, er allir bara búnir á því eða er ég bara svona drullu góð hjólni, ég var bara sjálfstreysti að koma upp sko. Og Katrín er við hliðin á mér og hún heldur áfram eftir að við erum búin með hennar hring og ég var bara, oh shit, þetta er 9. hringurinn. Þannig að allir sem ég hef búin að taka fram og svona, þeir bara koma og klöppuð mér á bakið og tóku fram með mér. Þú bara búin á því? Já, ég náttúrulega bara fór all out og skildi ekki til af hverju allir voru svona langt eftir mér, bara af hverju enginn elda, þú veist, þetta er hjól, alveg, maður draftar og þú veist, allt svona. Þannig ég skildi ekki alveg í þessu, sko, þannig að ég, já, var svolítið reið eftir þetta hjól og svo var næsta event var sagt, 30 muscle up á tíma og ég elska að hringja muscle up nema ég klúðraði því líka var bara með villsa strategi á hvað mörg rep ég ætlaði að ná í einu og eitthvað svona þannig ég var bara... Þú ætlaði að halda aftur það, þú ætlaði að vera svolítið taktísk. Já, ég ætlaði að vera rosalega taktísk og var bara með eitthvað plan, bara heyrðu, ég ætla að taka hérna 4-3-3 en yfirleitt elska ég stór sett í muscle upi en ég bara tók ekki semsinn þannig, ég veit ekki alveg hvað ég var að gera. Stjálfarinn var bara með ákveðna hugmynd og ég náttúrulega bara hugsaði bara, ok, ég þarf bara að testa þetta, þú veist, ég treysti honum og það var bara ekki rétta gameplanið þannig, ég var bara ennþá reið, þú veist, ég ætla að vinna upp þannig í muscle-upinu, sko og þá er það næsta, maxi, deadlift, back squat og axlapressu og ég var bara, já, nú er minn tími til að skýna. Bara show off, sko. Já, þannig ég var með eitthvað belti sem að var helviti þykkt leðubelti og ég var svo reið að ég bara því þrengra sem beltið er því betra er það þannig ég bara stilli á bara eins þröngt aukið ég gæti alltaf andað í mannsteri og ég ætla að ná auka 2-3 kílum það eru bara heil 5 sæti sko, veist, var bara hérna ég ætlaði mig bara að standa mig vel svo bara hallaði ég mér yfir stöngina í deadliftinu og ég heyri bara brak og ég finna bara og ég bara shit, ég held að rifbyrjum mitt sér brotið ég ætla ekki að losa beltið ég ætla bara að hafa beltið á því ef ég losa þá er ég ekki að fara að ná festa aftur og þá er ég dottin úr games og ég er búin að vinna svona hart að því að komast að staðan sem ég er núna eftir hitt rifbeinsbrot að ég er ekki að fara að stoppa og ég hugsaði bara, ég ætla ekki að segja neinu með þetta rifbein ég get alveg farið gegnum þetta er ekki að fara að versna, þetta er bara brot þú veist, ég var bara í þessu gýr, ég ætlaði mér ekki að stoppa, það var ekkert að fara að stoppa með hana þannig að ég fer út og ég tek ljótasta deadlift sem til er að því ég náði ekki að nota hægri hliðina mína að því að ég var brotin tek allt upp á vinstri og þetta var bara það sem var eiginlega skrýtnast var axlapressan þú veist, ég held að ég geti nota efri búkin en að rétta úr og allt, þú veist, þetta var allt ógeðslega vond Veistu þarna að þú sertir rifbeinsbrotin? Ég heyrði bara brak Já, ok, þannig að þú talar með það aftan í hausnum Já, ég var ekkert 100% ég heyrði bara eitthvað brak og svo var ég að deyja þegar ég var að anda og ég var bara þetta er svolítið sami verkur ég var með hennar fyrir nokkrum mánuðum en hins vegar var þetta 9. rifbeinið núna, ég brotnaði hann á 1. rifbeini fyrst en þetta var annað rifbein sem brotnaði og
svo klára ég bara þetta og það sem kvöldi heilt marathon af róðri og ég var helvíti stressi fyrir því að þurfa að pína mig svona lengi í æfingu sem alltaf líka að snerta rifbeinu og alltaf að fara fram og tilbaka. Þetta svona, þú veist, þeir sem hafa rifbeinsbrotna skilja hvernig þegar maður bara spennir óvart, þú veist, ef maður hnerrar eða eitthvað, þetta bara mesti sársauki heimi og ég var bara, nú ég fara að róa heilt marathon og ég var bara, jæja, þú þarf bara að bíta í axlinn og bara þú mátt ekki sýna neitt og og svo var ég helviti marinn á rifbeinu þannig að þjálfarinn tekur svona smá eftir að því ég bara íþróttatopp þegar að fara, þú veist, maður var með svona camelback og minn maður var að róa, við vorum svona að fara yfir strategíuna, þú veist, hvenær ég átti að vera að drekka og eitthvað svona og hann bara rösslust marinn og ég átti bara eftir belti, þetta ekkert mál, þú veist, bara svona að reyna að fela allt. Já, varst alveg þarna. Ég ætlaði að ég vissi ef ég myndi segja honum, þá myndi að segja mér að hætta og ég ætlaði ekki að hætta. Þetta bara sársauki. Þetta skiptir engu máli nema að þegar ég svona mikill sársauki þá næri náttúrulega ekki að performa líka minn heldur bara aftur að þér þannig að ég róaði þetta heila marathon og mér hefur aldrei liðið í illa á ævi minni Sko ég get trúið því út að Björgvin Karl hefur aldrei litið illa út eftir neitt event og ég held að hann var aldrei litið illa á ævin sinni og hann var ekki rifbeinsbrotin sko. Ég fekk bara heiftarlegt sykufall og allt bara eftir og ég man þegar ég var búin að róa, þú veist, ég maður bara fyrstu 10 kilometrin var svo mikil sársauki og svo deyfiðist þetta bara þú veist, ég var bara, heyrðu haus þegar ég núna, ég ekki að fara að hætta sama hversu vondið þetta ég ætla bara að halda áfram og og svo man ég bara síðustu 7 kilometranir þá byrjaði verkurinn aftur og þá var ég bara, heyrðu, ég ætla að róa hraðar svo þetta sé fyrir búið gott koncept og þetta var svo vond og mér leið svo illa og ég man bara að þegar ég var búin að róa stóð ég bara upp og ég gat ekki hreyft mig í svona 20 mínútur og ég var bara standandi yfir róðravélinni og svo sá ég bara mömmu og pappa því þau voru að styðja og voru með íslenska fánan og ég bara horfði á þau og ég var bara ekki gráta ekki sína neitt að þessi ílt eða neitt bara stattu bara og verður bara þykist vera að styðja og svona að því ég gat bara ekki hreyft mig þú veist líka minn var bara búin að stoppa og svo labba ég hann á bakvið og ég man ekki næ að komast á uppbytunarsvæðið þar sem allt dótið mitt var og ég man bara ég sá Snorra og umbóðsmanninn minn og ég fer ekki ofta að gráta en ég bara fór bara hágráta og hann hefur aldrei sem við grátaður eða brotnað svona mikið niður og ég var bara, mér líður svo illa það er að líða yfir mig, ég veit ekki hvað ég að gera bara, kottu mig kók maður vantar bara sigur eða bara eitthvað veist, ég var bara í paniki og ég vissi ekkert hvað ég átt að gera því mér leiði svo ógeðslega illa og svo fekk ég bara hita þegar maður brotnar þá fær maður oftast hita með því en ég var bara komið hita kvöldið og ég hugsaði bara þú veist, morgundagurinn er bara svona perans, það er engin æfing á morgun ég mun alveg ná að jafna mig fyrir föstudaginn, þetta var á miðvikudeginum og svo byrja ég á föstudeginum og þarf að setja belti á mig aftur fyrir klín og jörkið og þá sér þjálfarinn bara að það er eitthvað virkilega mikið að því að þú veist, ég elska að lyfta og allt einu var ég að stressa mig á því að þurfa að lyfta og það sést reyndar alveg á flest öllu myndum þetta var sem sagt klín og jörk latter og þetta var alveg, þú veist stöngin er alltaf bara að fara upp vinstra megin að því ég var brotin hægra megin Já, þú sér það alveg á vídeónum eftir Já, þú sér það bara á veist, ég sá það bara á einni mynd það var bara alltaf einu vinstri hendin búin að réttast búin rétt úr vinstri og hægri var bara svona fyrir aftan einhvern veginn, en það sem er svo magna við þetta er að adrenalínið hjálpaði mér bara að fara í gegnum þetta allt ég fór á gólfið og ég fann ekki mikinn sársauka á meðan ég var að keppa og líka minn fann bara leið til þess að lyfta þessum lóðum upp ég meina ég náða að klína 90 kíló ég var hálfri sekundu frá því að komast í topp 4 í þessu eventi með rifbeinsbrot það er bara magnað og ekki magnað það er magnað og heimskulegt já, mjög heimskulegt en bara þú veist, þegar keppniskap er svona mikið það er bara, þú veist, auðvitað hugsa ég núna bara, vá, ég hefði bara átt að segja mér leik strax þetta er bara allt öðru sem þú ert mætt að nút allt krúi komið með allt búið að snúast þetta já, allt búið að snúast þetta og líka bara, ég var komin á svo góðan stað eftir hitt brotið og ég trúði bara ekki að þetta hafi gæst ég bara sætti mér ekki við það sko en svo
á laugardagsmótni þarna paddleboard. Þannig að einhver 3 eventana á föstudeginum og ég var svo spennt fyrir síðasta eventinu á föstudeginum að því ég átti metið því frá 2017 og þess að repeata á æfingu og það var með þungri réttstuð lyftu og handstand push-up og eitthvað svona og ég vissi alveg ég var ekki að fara að ná metinu í því aftur en sem sagt eftir klín og jörkið fer ég í röntgenmyndatöku af því að þjálfarinn var bara bara ég sé að það er eitthvað mikið að við þurfum að láta tjekka á þessu að því ég var alltaf bara leið og ég þurfti að þrengja belti þá náttúrulega fann ég ógeðslega mikið fyrir þessu og þannig ég bara, það komi bara tár ég bara stjórnaði þess ekkert það var svo mikil sársauki og hann bara, við ætlum að fara í röntgenmyndatöku og sérði ég í raun ekkert rifbeinsbrot á röntgenmyndatöku okay. það er mjög erfitt að segja þú þarft til að fara í svona segulómskoðun og þannig að það sést ekkit á röntgen þannig ég er náttúrulega líf bara sjálfur mér, það er ekkit af mér já, einmitt þannig, já, mjög sneið sko þannig að þetta eru bara vitum ekki hvort sé brot eða ekki viltu fá verkjatöflur og ég alveg, já, kóttum við nokkrar þannig ég mixa bara verkjatöflunum við prívorkati nei, þetta var ekki svo gott róleg, þetta var ekki svo gott, ég var ekki orðin svo klíð en þannig að ég bara ætla bara, það sást ekkert á myndum þannig að í raun var ég ekkert brotin en samt vissi ég alveg innst inni að það var eitthvað mikið að og þannig að, já við sáum deila mest sko á við þurftum að vera með þyngingavesti í einu eventinu og ég var með púlsmælir á mér að því að var hlaupið og þetta var obstacle course og að vera með þyngingavesti sem að þrengir að rifbeinu og getur ekki andað þannig að ég var í uppbytun og allt inn var púlsinn minn bara 183 og hámarkspúlsinn minn sko 192 og ég var bara, ég er ekki búin að gera neitt en ég með svona háan púls og þá vissi ég að þetta var eitthvað alvarlegt og svo kom þetta klín og jörg event þjálfarinn fattaði, það er eitthvað mikið að við þurfum bara í myndatöku þannig ég fór í myndatöku áður en ég tók síðasta eventi sem ég átti þess að heimsmyndið í þá og ég fæ út í myndtökunni klára það event er alveg í 4. og 5. sæti þannig ég er alveg, ég ætla bara að halda þessu áfram bara ég ætla ekki að hætta núna sko og svo byrja laugardagurinn og þá er paddleboard og þá er það sund og paddleboard og að liggja á rifbeinu þegar það var brotið er einn mesti sársauki sem ég hef upplifað líka. Á paddleboardinu? Já, við þurftum að liggja á maganum og vera að synda. Einmitt. Þannig að... Það er bara svona brettið einmitt, það sem hún liggur á maganum og bara svona skriðsundar þig áfram. Já, þannig að við klárum það event og svo er eitthvað sprettur hann í endan og þú veist, ég man ekki eins og í hvað sæti ég var þannig en þannig var ég bara, shit, ég er hægt að geta rétt úr hendinu minni og ég var bara ok, næsta event, hvað ætli það sé please ekki vera mikið axlir bara, please, leiðu mér klára laugardaginn, bara þetta er einn dagur í viðbót eftir laugardaginn ég geti þetta alveg og þá kom bara, snats og barmasalöp þannig ég var bara, shit ég veit ekki hvort ég geti rétt úr hendinni lengur svo því verkurinn var komin bara frá rifbeini upp í öxl, það kom bara svona klemma á öxlina og ég gat, svona, það sem líkamann var alltaf að gera var að reyna að halda hendinni svona upp við mig og reyna að láta hann slaka á því ég var alltaf komin hinga sko, að reyna að verja eitthvað þannig að bara ósjálfur viðbröðir líkamann bara að reyna að segja rætt já, líkamann nákvæmlega að reyna að gera það sko nema það í uppbytunni gat ég ekki gert barmasalöp og svo er ég náttúrulega ég vildi ekki neitt myndi sjá að það væri eitthvað af mér ef ég ætla að halda áfram þannig að ég reyna að gera barmasalöp og feila á barmasalöpi það er ekki oft sem að maður er á heimstíkum og maður feilar á einhverju sem maður sem að maður getur gert 20 repsa bara easily sko. Bara eitthvað sem maður vinnur við já, bara eitthvað sem maður vinnur við sko. Þannig að það var mér skrítið allt í einu bara stoppaði líkan mig að fara yfir stöngina bara því þú fær alltaf þetta smá högg frá stönginni akkurat á þetta svæði þannig ég var að reyna að fara upp og ég bara náði ekki ég var alveg halló Sara, drullar yfir og það virkaði bara ekki þannig ég ætla að prófa snats og þá var ég með 20 kíló og ég var bara að ströggla og þannig gafst ég bara upp ég var bara, ég get ekki gert hreyfinguna og þá sagði við þjálfarinn já en sko ef ég fyrir út á gólf þá fæ ég adrenalín og þá bara þá hverfur sásíkin og hann var bara nei ég er að taka þessi ákvörðum fyrir þig þú átt að segja úrleik sko ég skil þetta 100% og, en hvað heldur þú þetta er náttúrulega runni þetta er mjög svona eitrað hugafar þetta er mjög slæmt í rauninni en auðvitað kann maður alltaf metið eins og
the flu game hjá Michael Jordan ég horfa á það fyrir hvert einasta mót sko, ég elska það maður dýrkar eitthvað svona þetta harki gegnum þetta eitthvað og ég meina hversu nett hefði verið fyrir því að standa upp á pall eitthvað rifbeinsbrotin eitthvað, þetta gæti ég samt en maður náttúrulega hálfviti þegar maður lítur aftur á bak núna ég bara, hvað var ég að hugsa hvað heldur þú að hafa verið að hugsa, svona grínlaust var það bara, þú veist, það er of dýrmætt tækifæri að hætta núna þetta var bara svona, ég ætla ekki að játa mig sigur það þú ert búin að stoppa mig núna ég hugsaði bara líka minn er búin að stoppa mig núna þegar ég brotnaði hana 2017 og ég var bara, þetta er komið gott núna ég ætla ekki að vera meitt, ég bara sætti mér ekki við þetta en þú veist, svo bara stjórnar ekkert ákveðnum hlutum og þú veist, þannig að ég bara ætlaði ekki að láta þetta brot sigra mig, þú veist, að því ég var búin að vinna svo hart að þið komast á þessu heimsleika þegar ég rifbeinsbrotnaði fyrst bara ég er ekki vön að gefast upp en ég var svo nálægt í ég var bara, ég er ekki bara einfaldara núna að bara hætti þessu keppnisbulli líka minn er bara ekki að höndla þetta lengur þú ert búin að missa dampin, þú ert búin að fá þitt highlight þetta er bara komið gott, þú veist, ég var bara komin í einhvern þægindarhring annars sko og svo bara, snap out of this haltu áfram og svo að sjá árangurinn að vera komin á staðinn þar sem maður trúði ekki að maður gæti komist á aftur og að brotna aftur þetta var bara svona, maður veit bara ekki trúið nei, og ég var bara á þeim stað ég var bara, ég ætla að keppa sama hvað mér er alveg saman útkomuna auðvitað var mér ekki saman útkomuna en ég var bara, ég ætla að klára þetta þú veist, og svo bara eftir og núna er ég bara ef ég hefði verið að þjálfa mig á þessum tíma þá hefði ég bara hægt að vera svona heimsk núna og bara drullar úr keppni og það kemur ár eftir þetta ár þú þarf bara að leyfa þessu beina að jafna sig og bara keep on going sko. Málið er náttúrulega þarna að þú veist, auðvitað hugsa maður núna eftir á bara, þetta var bara eini leikar og koma leikar eftir þessa, heldur bara áfram það er bara ekki þannig en þú ert þarna búin að vera út í kampi í marga vikur út í útlöndum, bara að æfa sérstaklega fyrir leikana, bíð eftir því að sjá hvaða vot koma, hvaða æfingar þetta fara yfir fara sérstaklega yfir þetta og þú veist, þú ert búin að ná miða á leikana í einhverjum móti mörgum mánuðum fyrir að bara snýst allt þessa helgi það bara snýst allt þessa helgi og þú ert líka að hugsa, þú veist, að því heimsleikin er á hverju ári þú ert stanslaust að hugsa það allt árið sem svo summót eru á hverju 2 árum, hverju 4 árum ólympíuleikarnir til dæmis þú færir svona smá off-season þar í crossfit er rosalega erfitt að fá þetta off-season að þú ert stanslaust að hugsa en ég þarf að vera bestur þarna í ágúst, þú veist ég má taka off-season hérna í 2 mánuði þú veist, að þetta er á hverju einasta ári það er smá galli við að þetta sé á hverju einasta ári að því þú þarft í rauninni að toppa þig á hverju einasta ári þess vegna er impressive hvernig Fraser og Froning hafa gert þetta á 10 núna að ná bara að vera svona ótrúlega stöður í því að toppa það þarf ekki nema bara sko taka í bakinu og þá ertu bara off nákvæmlega þannig að þetta var eiginlega bara svona að meiðast var það besta sem hefur komið fyrir mig eiginlega eftir 2018? Já, að því ég bara þú veist 2017 var ég frekubrotin bara andlega, þú veist, mér langaði bara ekki að æfa lengur veist, ég yfirleitt finn ég alltaf leið til þess að æfa og ég elska að æfa en ég var bara þannig, ég fekk bara æfingaleiða ég var bara heima á Assault Bike og horfa á Game of Thrones og ég horfði bara á 8 seríur á sko ég vil ekki svona segja, þú veist, innan við mánuð og ég var bara þú veist, ég var bara komin í Game of Thrones heiminn, sko, ég var bara, þú veist því að líka ég að bara byrja einhverjum tölvuleik eftir það og bara verið í einhverjum svona öðrum heimi og þú varst bara að fara mjög langt frá sjálfrið þér í rauninni þetta er ekki svo típa sem þú vildi vera meðan það er margir núna ég klára að gefa frá svo 2 vikum ádjók, sko, það er bara 91 klukkstund, sko, það er ekkert mál búin að finna það át ég er náttúrulega búin að horfa á 2 sár núna, sko í alvörunni? Allar 8? Ég horfði á fyrstu 4 eða eitthvað síðan kom svona pása síðan byrjaði þetta aftur og þá verður bara ég man ekkert hvað gerist, ég er ekki að fara að rifið upp ég ætla bara ekki að snerta þetta og ég elska þetta, sko, alltaf mikið en já, þannig að ég einhvern veginn bara eftir 2018 vissi ég bara, þetta er að fara að taka svona langan tíma þetta er að fara að gerast þegar ég byrja að æfa aftur þú þarf bara að vera róleg, þú veist, ekki vera að setja pressu á þig á æfingum það sem ég gerði eftir fyrsta brot var bara þetta er alla töluna sem ég var með áður ég ætla að ná þessu
þú veist, ég var bara alltaf að setja pressu mig beraði saman við bara langbest útgóðuna já, þetta var bara nákvæmlega þannig og ég var bara, og alltaf eftir æfingu var ég svo bara þú veist, ég var svo vonsvikinn út í sjálfa mig hvað ég var orðin léleg ég hafði bara enga trúið sjálfur mér ég er ekki verið að komast á Evrópuleikana þú veist, ég var í 20. sæti í Open eða eitthvað og svo endaði ég 4. á Evrópuleikunum eða 3. ég manna það ekki nei allan, ég endaði í einhverju sæti að Evrópuleik sem gaf mér hérna gaf mér með á Games og síðan lendur ég náttúrulega einhverju sæti á Evrópuleikunum ekki jú, maður var alltaf einhver stað ég var alltaf ekki 5. ég man ekki alveg hvort ég hafi verið 3. eða 4. gefum bara 3. já, 3. ég sætti mig við það og hérna þannig að þú veist ég vissi bara hvað þetta myndi taka sirka langa tíma þannig ég var ekkert mikið að stressa mig og það var líka bara allt öðru í tími þannig að 2018, veist, ég hafði heilt ár til þess að toppa mig aftur það er svolítið skrítið að búa til svona neikvægt samband við æfingar þegar það er það eina sem hún gerir eða svona það sem hún vilt gera í rauninni og sem bara langaði ekki að gera þetta og þú hvernig, jú, víst þú þarft að gera þetta og þetta snýst alltaf um að komast á games einhvern veginn, síðan klúðrast það og þú eitthvað, það var bara aftur eftir ár einhvern veginn og bara, jú, farið víst að gera þetta að finna motivationi er ótrúlega erfitt eða var ótrúlega erfitt en eftir að ég datt út af games var ég bara helviti motiveru sko, ég var bara, þetta er bara næsta challenge ég það bara að fara yfir þennan vegg alveg sem ég gerði áður og djúið ætla ég að rústa næsta ári það var ekki alveg það var ekki alveg sem gerist en það kemur ár eftir þetta ár það kom á legstinni það kemur ár eftir þetta ár þetta er bara mitt kvót núna það kemur ár eftir þetta ár bara þangað til þú stendur á toppinum þá kemur ár eftir þetta hvort það verði bara í masters eða eitthvað endanum en ég meina það er sem toppurinn, þú veist þetta ekki ég er með en þannig er þess að draga út af heimsleikunum út af beinbróti náður alveg að koma þér aftur í standið fyrir 2019 já, það var einhvern veginn miklu auðvöldar að fara í gegnum þetta allt aftur svo ég hugsaði bara og þú vilt meina að fyrir 2019 leikana þá ert þú bara besta Sara sem hefur verið til ég var í besta formi sem ég hef æfinni verið í fyrir heimsleika 2019 ég var bara ekki með hausinu rétt það var eiginlega bara þannig og þú veist ég þarf bara að vinna í ákveðnum greinum og ég fekk bara svolítið spark í rassinn að allar þær greinar komu upp svo ég ég er bara mjög léleg í sprettum hef alltaf verið léleg í sprettum ég er að vinna í núna ég er mjög léleg í hnépum á öðrum fæti sem sagt pistols og það kemur 20 minna æfing sem er allt það svo er ég mjög léleg í svona rosalega svona hröðum æfingum sem bara undir 2 mínútur ég er þannig að ég elska að slökkva hausnum og bara drepa mig veist, þetta er svona sem ég elska CrossFit bara þú ert sífellt að berjast við hausin en æfingarna sem komu í þessu testi voru allar æfingar sem var bara ef þú gerir ein lítil mistök þá ertu bara í 50. sæti og ég er náttúrulega Sara og ég ger alveg oft helviti mörg mistök ég er náttúrulega bara Sara það er ekki afsökun, þetta er bara fact en þú veist, ég var bara ekki nógu góð í þessum stuttu æfingum og það bara ég þarf bara að vinna í því þú veist En þegar þú segir að hausin hafi ekki verið á góðum stað var aftur komin einhver svona pressa fyrir þessari helgi og bara að performa og að ná að sína sig loksins á games eða? Já, það var bara þú veist, ég fann það bara svolítið ég man ekki hvenær það var en ég þurfti bara smá breytingu það var bara að byrja að vera leiðilegt að æfa það var bara ég var örugglega komin bara í svona smá ofþjálfun og dílaði ekki við það ég er að læra en svo var bara eitthvað smá vesenan í kring fyrir og þú veist, ég var bara ekki alveg fókusirið á þetta og ég einhvern veginn var bara í því hugafæri mér var bara alveg sama þú veist, ég var bara, mér er bara alveg sama að þetta gerist þú veist, auðvitað var mér ekki sama bara, Svo þú ert talað að þú ert köttuð út og fyrir þá sem ef þetta fór fram hjá okkur þá var í fyrsta skipti svona elimination á games það sem hefur verið áður er bara 40 bestu í heiminum keppa á heimsleikunum og þau eru bara með allan tíman, alla helgina
og það sem var svo fallegt við CrossFit, það sem ég elskaði við CrossFit var, þú veist verið ógeðslega lélegur í einhverju æfingu en svo kom styrkleikinn og þá nærði að skína og það sem ég elska við CrossFit er að þú þarft ekki að vera þú veist, ógeðslega góður eða þú þarft ekki að vera bestur í öllu, heldur þú getur verið medium góður í öllu og unnið nema núna í ár var svolítið sama testið á öllu eliminationinu og það sem var mjög sárt var bara, þú veist það var hvað var það, ég man ekki sinni topp 30 og svo var það topp 20 og eliminationi frá topp 30 í topp 20 var 27 sekúndna sprettlaup þú veist, þetta bara hvernig á ég að fara að vinna mannesku sem hefur æft sprettlaup bara með sprett í bakgrunn fattaru þetta bara eins og að það kemur bara þú veist, heyrðu, þú ert að gera þú ert að gera 50 metra handstand walk á tíma ég ekkert að vera að vinna stelpur sem voru í 14 ári í fimmleikum en það sem var svo fallegt við CrossFit áður var að þessi æfing gat komið en ég vissi heyrðu, en ég fæ mína æfingu seinna algjörlega, þó fólk var náttúrulega svolítið pirraði yfir því að þetta var svona sérhæfð grein sem að sáti þess að það klippt á svona margar stelpur og strákar náttúrulega og það sem að var líka bara freka vandræðalegt var bara svo kom liftingaræfing beint eftir þetta rétt missir af því og líka bara stelpunar sem að voru þannig það var ákveðin byrjun að þyngd sem að var, ég man ekki hvað var þungt og það voru bara 3-4 stelpur af topp 10 sem náðu ekki að lifta byrjun að þyngd þú veist, þannig að það endið að vera 2 að keppa við hvor aðra topp 10 og heimsleikum þú veist, þetta var ekki að gerast það var ekki að vera svona mikið bíl á milli 1. sæti og 10. sæti En Dave Castro er búin að gefa það út að þeir ætla að læra af þessu þeir ætla að læra af þessu það var einhver sem lét hann heyra það í einhverju eftirpartíð já, það var einhver bara snillingur sem að tók hann hans í gegn tala hann aðeins til hann sér að sér það er eins gott að gera annars færi þetta að tala aftur en þú ferð er þetta ekki sömu helgir sem þú ferð í hálfan járnkall? Herjú, við vorum náttúrulega bara ég og Sam Briggs bara ennþá ferskar Já, við vorum bara, heyrðu, ég er ekki tilbúin bara að fara á off-season núna Nei, þú bara fékkst ekki að klára, þú fékkst ekki útrásuna sem búst við það er nákvæmlega þannig að við ákveðum bara það er þannig að hálfur járnkall daginn eftir við ákveðum bara að skrá okkur fengum bara hjól lánuð og já, skelltum okkur bara í þetta Ok, þannig það er hvað, tæplega 2 km sund 90 km hjól og 21,1 í hlaupi Já Þú hendið þið bara í það? Já, það sem var eiginlega erfiðast var þú ert ekkert með tónlist þegar þú ert að gera þetta sko. Já, ok, fannst þið það erfiðast? Það er sko, þegar þú ert svona svolítið svektur út í sjálf á þig og með mikil vonbrið, þá var ekkert mikil jákvæðinni í gangi í hausnum mínum á þessum tíma Einmitt, þú var svolítið að refsa þér hana Ég var svolítið að refsa mér hana og var bara svolítið, já, þetta var rosalega nauðsynlegt að hafa þessa ég man ekki svona hvað það tók langa tíma þessa klukkutíma, nokkra klukkutíma að taka hennan hálfan járnkall og bara geta hugsað allt sem að fór fram á games og hvað ég þurfti að breyta og þú veist þannig að þetta var bara highlightið af helginu var að taka hennan járnkall Hvernig fílaði það samt að fara í þríþraut? Ég elska þríþraut Já, þú talaði um það, þú alltaf hefur setið á hjólinu í ófá á klukkutíma Já, og ég eiginlega kom mér á óvart ég tók 1/4 Ironman fyrir heimsleikana Já. Og endaði bara í 4. sæti Býttu, var það í Danmörku? Já, var í Danmörku, í Aarhus Þú veist, ég var bara fyrst úr sundinu svo voru nokkra sem tóku fram mér á hjólinu og svo var ég bara náði stelpunum í hlaupinu aftur sem að hefur ekki gerst fyrir mig áður Þú veist, ljópar minn allra besta 10 km tíma eftir að hafa hjólað 45 km og sint 1,5 eða eitthvað Wow, okay. Og endaði bara, veist, ég var bara einhverjum 20 sekundum frá 3. sætinu, veist, ég var bara shit, stelpan Shit, er ánægð með þig? Já, þetta var mjög gaman og þú veist, ég kom sjálfur mér sjúklega mikið óvart þar að því ég er alls ekki þessi kardiotýpa ég elska power, ég elska þyngdir og allt í nú var ég að njóta mín í þríþraut sko, þannig að Hvernig gengur að hlaupa svona langt? Vist, ég meina eins og að taka hálfmarathon eftir svona það er alveg álag sko Það er alveg mikið álag sko Og það er alveg að halda, þú veist, þú fórst ekkert bara eitthvað þú hrundir ekkert niður, þetta eftir 10 Nei, ég var samt ekkert í sko 1/4 Ironmanum, þá var ég að hlaupa helviti hratt sko, þá var ég að ná Já, það er 10 km, eða var 10,5 eða eitthvað, ég man ekki var og hérna, en í sem hálfa Ironman var ég ekkert að setja neina pressu á mig Nei, bara jogga þetta Já, bara, ég held ég að vera að hlaupa á, þú veist
5:30 peysi mest allan tíman sko. Já, Þú ok, veist, á meðan- samt Já, og meðan maður myndi samt vilja vera undir 5 mínútna peysi Já, þú veist, einmitt. 5:15 allana en ég var ekkit að setja ómikla pressu á mig Nei. svo ég var ekki að drepa mig á hjólinu heldur að ég þú veist, fann það mikið til í hlaupinu Einmitt. þannig að En Brixarinn, Brix er náttúrulega rústið þessu sko. Er það? Já, hún er rosaleg hljópur bara á 4 mínútna kilometer peysi allan tíman sko. Já, einmitt. Hún er náttúrulega bara endurance drollan sko. Hún er það, hún er líka bara elst af öllum í crossfitinu í elite flokknum sko. Má hún fara í Masters? Eða? Já, hún bara neitar að fara í Masters Gott sko. svo fekk hún líka búið að keppa hana Legends í hérna á Rogue þú veist það er þess að 2 flokkar á Rogue mótinu sem er núna í mæ og það er svona fyrir elite og svo er fyrir Legends og það er bara fyrir fólk sem að byrjaði í CrossFit og var bara alltaf geðveikt gott á og svo núna er bara svona komin í kynslu þannig að það er þú veist Jason Khalipa, Chris Bieler þú veist Julie Foussey og svona stelpunir sem ég leit alltaf upp til þegar ég var að byrja í CrossFit Einmitt. þannig að það er alveg þú veist, hún neitaði því boði og ætlar að keppa við okkur Geðveikt maður. En Já, málið hún er- er svona grjóthörð. það sem er svo geggja við hana er bara hún lætur ekkert stoppa sig sko, Nei. þú veist Já, ég meina og þú veist líka bara svona hvernig hún lítur á sjálfa sig væntanlega. Bara, þú veist, hún tekur ákvörðun hver hún er hver hún er, en nákvæmlega ekki fer eitthvað annara álit á Nei, það eða einmitt, hún veit segir öðrum hvernig hún á að vera, já, sko. nákvæmlega hún er náttúrulega bara geggju hún hefur alltaf verið uppáhald svona hún hefur bara alltaf verið ædolið mitt sko Já, hún er bara, grjóthörð. já, og líka bara hún var í slökkvilinu áður og bara, Já, þú hún veist, er algjör dude sko. hún er algjör, bara hún er geggju þú veist, Helflúruð. Já. Já. hún er líka bara, þú veist, hún er bara gamanur í kringum hana og þú veist, opnar bjór með tönnunum, þetta er bara, hún er Svo algjör mikill breti, Breti, já, alveg, sko, það er bara, það toppar enginn Brixi, sko, Ok, þannig að þarna er þið búin að vera smá erfitt tímabil. já, Við erum búin að ræða það. já, En síðan, þetta er í ágúst, síðan kemur september og oktober og fyrir CrossFit nördana núti, þá náttúrulega er open aftur Já. þá, já, út af einsum ástæðum. Og þú vinnur það, já, sem Það er er í hvað, þriðja skipti sem þú vinnur open. já, það er á rétt, Það er svolítið rugglað. Þarna samt farðu að sína, þú veist, hei, ég var í góðu formi. já, Ég skil við. þetta var, já, sko, ég gerði breytingar eftir heimsleikana núna í ár, þú veist, þannig að ég hætti að vinna með þjálfarinn sem ég var með, þú veist, að bara var ekkert að virka lengur þannig að mér vantaði bara breytingu þannig ég ákveð bara, heyrðu ég ætla bara að vera strong independent woman og ég ætla bara að gera þetta sjálf Þú hefur gert það áður. Ég hef Þetta gert hefur verið það smá áður. issue hjá þér. já, sko ég fekk smá aðstóð frá Fróning 2017 Ekki slæmast þú. það er ekki slæm aðstóð, ég læriði helling þar nema bara að Cookville var kannski ekki alveg minn tepolli sko Nei. þannig að já, þannig að ég var ekki alveg að fylgja staðsendinguna og svo náttúrulega flyttu tíðana og hún bara æfir með honum og fullir núna og svona þannig ég er ekkert að trufla þar en ég læriði bara helling, veist, ég er búin að vera í CrossFit í 6 ár, ég þekki sjálfa mig rosalega vel veist, þannig ég ákvað bara, heyrðu, ég ætla bara að prófa að gera þetta sjálf, ég ætla ekki að stressa mig á að finna nýjan þjálfara veist, það sem ég lendi svolítið oft í er að þjálfarinn vilja breyta því hver ég er Já. og ég fyrir svolítið eftir því og missi áhugan á CrossFit eða missi svona gleðina bara því ég er að reyna að gera þetta fyrir einhvern annan en sjálfa mig Ok. ég fann það svolítið bara á heimsleikunum var bara, það er engin gleði í þessu lengur ég er bara að gera þetta til að gera þetta af hverju er ég þá að þessu og svo fæ ég bara sjúklega mikið út í því að læra allt sjálf og ég hef alltaf verið þannig þú veist, mér finnst það rosalega erfitt að biðja um hjálp ég bara þarf að gera þetta sjálf bara ef ég verið í skóla þú veist, það er ekki séns að ég myndi spyrja um hjálp ég ætla bara að læra þetta þú veist, og ég er svolítið þannig líka í CrossFitinu ég vissi svona hvað ég þyrfti að gera en þjálfarinn sagði þetta og ég bara ef ég segi mína skoðun þá er þetta að fara að vera vesen og Ég meina og líka það Ég að það vera bara- þjálfari Já. býður svolítið upp á þessar aðstæður að þú ert bara eitthvað svona áttennan einstakling og ert að Já. stjórnunum ég er ekki að segja að einhver Nei, þjálfari nei, hafa nei, gert það við þig nei. en þú veist, það er náttúrulega bara ákveðna típur sem sækjast í væntalega Já. einhver svona völd Já, og, veist, nákvæmlega. og að bara stjórna þeim sem er undir þeim í rauninni nákvæmlega þannig að ég svolítið bara ákvað að taka mér, ég sem sagt fór til New York í 5 daga eftir heimsleikana og bara skemmti mér geðveitt og svo kom ég bara heim og ég var bara ok, þetta er planum mitt núna ég ætla að plana núna
að ég ætla að keppa í Dubai, ég ætla að plana æfingarsíson fram á Dubai, eða ég ætla að plana bara allt árið ef ég skildi ekki finna þjálfara fyrir Games 2020 því ég ætla að komast þangað. Ég ætla að taka mini-peak, bara svona toppa mig smá fyrir Dubai og testa það sem ég þarf að gera fyrir heimsleikana. Ég ætla að keppa á 2 öðrum mótum líka yfir árið, ég ætla að keppa Rogue, ég ætla að keppa Wodapalooza og svo er það bara heimsleikar. Ok, hvað þarf ég að gera fram á Dubai? Þannig ég bara plana þetta allt sjálf og ég tók bara 2 vikur og ég var bara heima og ég hef búin að, þú veist, því ég er það klikku líka, mér finnst það rosalega erfitt að gera allt í tölvu, þannig ég þarf alltaf að teikna allt upp, ég þarf að sjá þetta fyrir mér, þannig ég var bara heima með blöð allt og bara, þú veist, greið herbyggisfélagi minn en hún bara virti þetta, þannig ég hef búin að hengja upp bara blöð allt, bara þetta svona geti þessi strategi að verið, ef ég breyti þessu þá hefur það áhrif á þetta og ég þarf að breyta þessu og þessu, þannig ég var bara svolítið að gera þetta sjálf og svo fékk ég bara aðstoð frá sérfræðingum, bara heyrðu ég þarf að æfa sprettina, þá heyrði ég í Silju ég vildi ekki byrja á sprettunum fyrir bara í janúar, þú veist, ég vildi prófa að fókusera á liftingar og á, þú veist, þetta movement bara, þú veist, að hreyfa mig betur og allt svona og ég ætla ekki að fara að byrja á of mörgum nýjum hlutum í einu því þá sé ég ekki árangurinn í þessu þannig ég var bara Þannig að þú samt alveg kom með svona smá þroskaða hugsun á þetta. Já. Það var miklu reyndari í þessu. Já, og ég hugsi þetta líka bara núna, veist, ég hugsa þetta alltaf út frá tilfinningu og bababa, nú er það bara, heyrðu, nú er ég bara þjálfari og ég má ekki hugsa íþróttamannin Söru því nú er ég bara þjálfari Sara, þannig ég þurfti bara að kúpla mig svolítið frá að ég væri að prógramera fyrir sjálfan mig. Einmitt. Ég þurfti bara að horfa á þetta sem svona aðra persónu. Einmitt. Og ég var bara, ok, hvað getur við farið illa? Þú ert að fara í ofþjálfun þú ert að fara að æfa miklu meira en þið langar, þið mun ganga illa á æfingu og þú vilt refsa þér á æfingu, þannig ég var bara með, ok, þetta er reglan, ef þetta gerist þá þarf ég að gera þetta, þú veist, það var bara á 50 dögum ert að taka hvíld, þú mátt hjóla í 40 mínútur og svo þarfst að synda fyrir 50 dagana þarftu að fara í nudd, þú þarft að fara í nudd einu sinni í viku og þú þarft að hitta sjúkraþjálfara einu sinni í viku, þú þarft að senda sjúkraþjálfaranum vídeo af þér eftir hverju liftingaræfingu til þess að sjá hvort að líkaminn sé að beita sér rétt eða ekki. Veist, ég var bara, það er ekkert að fara að klikka núna. Wow, vel gert. Já, þannig ég setti bara alls konar reglur sem ég fer bara eftir núna og það er bara svínvirka. Og þetta er enda staðinn í dag, þú ert bara í rauninni. Þannig að ég gerði þetta fyrir Dubai, svo bættist bara markmiðið mitt var aldrei að vinna Open, ég hef aldrei haft svona lítið fyrir Open, ég mætti bara föstudegi, við vorum í upptökum sko fyrir trifecta fyrir hvert Open og ég var bara, þetta er að fara að hafa sjúklega mikil áhrif á performance mitt að þurfa að vera í vídeotökum í 1,5 tíma áður en ég fer í þetta, þú veist, eða eitthvað svona þannig ég var bara, ok, ég læti þetta virka, þú veist, hætt að hugsa þetta sem vandamál, það er bara laust, þú ert bara að preppa núna fólk sem er að taka Open, svo hugsa þetta, þú ert að gefa fólki eitthvað, þú ert að hjálpa þeim með strategi í Open-votinu, þú veist, það er miklu betra heldur en að, ég þarf að vinna þetta vot, þú veist, Open skiptir ekki máli, en auðvitað ætla ég að performa ef ég geta, þú veist. Já. Þannig, og svo beint eftir þessar upptökur fór ég alltaf í Korstur Reykjavík og tók þetta með Björgvini, Anni og Fredrik bara, ég hugsaði bara, ok, þú ert í þínum þægindur hringi í Simma Gym, þú ert einar, þú ert með allt nálægt þér og þú getur stilt öllu upp bara til þess að fá besta tíman og allt svona og ég bara, það er ekki svona mótum bara ræður klukkan hvað mætir og allt sem bara tónlistin og allt þetta einmitt. Þú veist, þannig að ég bara, það er ekki svona mótum, þú þarfst að æfa þig eins og bara þetta sé bara keppni og ok, pressa, ég tek það með Anni óþægindi, ég er að taka þetta í stöðun en Anjar í svona kringustæðin sem að ég er ekki vön, þú veist, ég er ekki vön að vera í risastóri stöð, ég er ekki vön að mega ekki bara botna tónlistina, þú veist, bara playlistan minn sko og þú veist, að ég er vön að stjórna öllu bara þegar ég er að æfa þannig að þetta var svona, bara ég stjórna ekki tímanum eða neitt, þú veist, og það þurfti alltaf, veist, að því við vorum alltaf 2 að taka voti, þannig að leið og Anni var tilbúin, þá var ég bara tilbúin líka, þú veist, þetta var bara þannig, við létum það bara virka og það bara sparkaði helviti mikið í rassinn á mér og ég kom bara sjálfur mér ótrúlega mikið á óvart hvað ég náði að performa þar og þá var ég alveg, vá, það sem ég er að gera er að virka, þú veist, þú byrjar að fá smá trú að því ég vissi ekkert hvar í stæði, þú veist, ég vissi ekkert hvort að ég væri að gera eitthvað rétt eða ekki, ég var bara, þú veist, að reyna að treysta mig sem þjálfara er alveg smá erfitt, þú veist, það er rosalega erfitt að kúpla sig út frá því að þegar þið gengur illa á æfingum, það áttu bara að fara heima að slaka á þegar þú getur í raun bara stjórnað öllu, ég fattar mig algjörlega. Þú veist, þannig að vera með þessa sjálfstjórn
stjórn að fara eftir reglunum sem ég setti mér. Ég var bara, nú að fara að koma í ljós hvort að það sé að virka eða ekki, og það bara svín virkaði open, þannig ég var alveg, núna langar mér alveg smá að testa þetta á móti. Þannig að Írland, Sam var búin að senda mér, hún ætlaði að keppa í Írlandi og ég var bara svona, ég skelli mig bara, þetta 3 daga mót. Já, var það svona stórt eða svona langt í rauninni? Já, ok. Það var föstudag, laugardagur, sunnudagur og ég var bara, þetta verður bara gaman, þetta bara 2 tíma flug frá Íslandi, þetta ekkert mál. Snorri hvað sem að fara umbóðsmaðurinn minn, þannig að það verður alveg smá teimið þarna og þannig að ég ákvað bara að skella mér þar og bara sjá svona sirka hver staðan væri á mér, og ég kom bara sjálfur mér ótrúlega mikið óvart. Það var bara, allt í einu var bara gaman að keppa og fara á gólfið, ég var ekki hrædd en failure sem ég var alltaf með áður. Ég fór ofta á gólfið og ég var bara, shit, hvað ef þetta? Núna var ég bara, nú þarftu bara að fara í þinn hellir og þú þarf bara að gera þetta og þetta verður vont, þetta geggjað, það ógeðslega gaman að vinna, þannig að tryllar til að vinna. Og var bara automatísk hugafarsbreyting þarna? Já, þetta var bara ótrúlegt hvað, ef eitthvað skemmtilegt, hvað það getur breytt miklu. Ok, og þarna líklega, ef við tengið þetta við eitthvað, þarna það þá það að þú ert byrjuð að, þú ert reyndar ekki án þjálfara í rauninni, og þú ert að prógrama sjálf, þú ert svona á þinni eigin vegferð, þú segir að, ég ætla að henda mér á þetta, en ég ætla bara að henda mér þarna fyrir mig, og ég ætla að sjá hvar ég stend og eitthvað svona, frekar heldur en bara, við erum undirbúið okkur fyrir þetta og þú þarft að ná þessu þarna. Nei, það var alls ekki þannig, þetta var bara svona, ég þarf að tjekka, Kristín Holti var í öðru sæti á heimsleikunum, mér langar svolítið að tjekka stöðuna á mér gegn henni, hversu langt ég frá henni, hverju þarf ég að vinna í fyrir heimsleikana, hvernig ég undir pressu eftir games núna í ár að hafa enda í 19. sæti, ég brotin á keppnisskólinu eða hef ég trúa sjálfur mér. Og Kristín Holti að keppa í Írlandi? Já, Kristín Holti var í öðru sæti á eftir þér? Já. Hún var á öðru sæti á heimsleikunum og hún var í öðru sæti á eftir þér í Írlandi? Já. Og þú ferð síðan beint til Dubai eftir þetta, eða ekki? Jú, svo fer ég beint til Dubai og að fara að keppa þar. Dubai var móti sem ég ætlaði að taka svona mini-peak, bara toppa mig smá. Já, en það það mjög stórt mót. Já, það svona, hefur alltaf verið svona top 3 af stóru mótunum á CrossFit, í CrossFit. Og ég meina bara allir bestu, bara pallsætin og leikunum, þau eru mjög líkleg til þess að vera þarna líka. Já. Þannig að við vorum, á listanum voru mjög sterk nöfn. Það var Sam Briggs, Jamie Green, Katrín Tanja, Laura Hóvarð, mjög mörg sterk nöfn. Þannig að ég var alveg frekar stressu fyrir því móti og ég var alveg, kannski var þetta bara að happa í Írlandi, svo var ég bara, kemur alltaf þessi evi. Já. En svo bara leið og móti byrjaði, þá bara kom sónið aftur, bara þetta keppnissón sem að ég hef ekki fundið á heimsleikunum ég fann á heimsleikunum 2015 og ég hef ekki fundið aftur eftir 2015 og allir þetta són komið aftur og þetta són náttúrulega bara sjálfstraust, ég bara trúði á sjálfa mig í open, bara allir var ég að ná að performa drullu vel og það var bara gaman að keppa, ég var ekki hrædd við útkomuna, ég var bara að challengera sjálfa mig og það var bara nóg til þess að ég myndi vinna open. Sama í Írlandi, ég vissi hvað ég þurfti að gera, ég var ekki að pæli, heyrðu, Kristín að fara að vera svona snögg, ég þarf að vera svona snögg, ég var bara, ég get þetta, ég búin að prógramera þetta áður, þetta svona svipað, ok, þannig að þetta strategían, ég líka þannig manneskja, ég þarf að hafa allt planað fyrir, þannig að fyrir Írland var ég bara búin að plana allar uppbytanir, ef ég ekki með þetta beint fyrir fram að mig og það ekki plan, þá verði ég svolítið svona dofin bara og þá fer allt í fjandans. Já, og bara fókusin fer. Já, ef þú sér þetta ekki fyrir fram að þannig að ég þarf að vera með svolítið mikið planað og allt svona, en já, Dubai, það var eiginlega bara, ég var þannig veik í Írlandi, bara með eitthvað svona kvetrullu, smá hiti og eitthvað svona, þannig ég var alveg, shit, nú ég búin að klúðra að ég geti toppa mig í Dubai. Já. En svo, eins og ég sagði, bara leið að ég byrjaði, þá bara fór ég í þetta són og það var ótrúlega gaman. Geðvögt. Og þú náttúrulega bara vinnur þarna, arguably næst stærstu CrossFit keppnina í heiminum. Já. Og ferð síðan til Ítalíu, eða ekki? Já, það var enda bara svona fyrir skemmtun. Já, ok, það var ekkert alveg mót. Nei. Þannig að ég og Björgun erum sponsor af fyrirtæki sem heitir Foodspring, sem fæðubátarefni. Og þeir voru að halda mót á Ítalíu og
og það er einn ungur strákur sem er 17 ára sem er mjög efnilegur og þeir bara, heyrðu, við viljum að þið keppi með þessum unga stráku og verður svona inspiration fyrir hann við náttúrulega bara, já, auðvitað, þú veist, ekkert mál og það var bara ógíslega gaman og þú veist, Ítalanir eru náttúrulega alveg þeir elska okkur, það er ekkert að segja það þeir elska mjög margt og þeir bara sýndu mikla ást að við værum þannig Ágengir? Já, það er svolítið ágengir sko, það er ekkert að segja það en þú veist, þeir eru, já þetta var upplifun Ok og nú er þá er þess að séðan bara koma jólin, áramótin veikindin og núna er Wodapalooza framöndan Já, nú er ég að fara að keppa í enda febrúar og það er náttúrulega risamót Það er svolítið stórt mót, ég fæla bara svolítið fyririldi í Malakutin þegar ég segi Wodapalooza upp á þetta ég sé að fara að keppa þar Já. En þá er 10 að fara að keppa og flesta stelpur sem að voru í topp 20 á heimsleikunum er að fara að keppa þarna Ok Þannig að Og er búið að gefa út hver eru skráður? Það er ekki búið að gefa út en stundum er maður með sér sambönd Nei, það er búið að tilkynna bara nokkra okay. Það er ekki búið að gefa út alveg keppitalistan en svona, maður náttúrulega talar líka við tölum alveg smá saman Þannig að þú ert í rauninni búin að sanna fyrir sjálfur þér að þú ert í ansi góðu formi Já og þú ert líka að upplifa einhverja gleði í kringum það að æfa og keppa Já, það er bara ótrúlega gaman að keppa og æfa Það er bara þegar maður hefur dottið svona niður þá sérðu ekki að þetta gæti verið gaman aftur veist, ég hélt bara að ég væri bara búin Þetta var bara happa þessi 2 ár, 15-16 minn tími bara komið núna eða fara þú veist, settle down magnað hvað maður getur verið Það er rosalegt sko og þú veist, þegar ég hugsa tilbaka ég var bara, hvað aumingi varstu og hvað er að þú veist, hafði trúir því ég er núna bara á örugglega einu besta stað sem ég hef verið á þau, bæði andlega og líkamlega og já, þannig að ég er ógeðslega spennt fyrir þessu ári Þú ert líka, ég sagði það síðast þú veist, þú ert svo ötul og ég meina, ok, þetta er alveg búið að vera brekka oft á tíðum hjá þér, þetta er alveg búið að vera vesen en þú ert líka mjög gjörn á það að breyta til og ef eitthvað er ekki að virka þú veist, þú gefið því alveg sens og síðan er því bara breytt ég meina, þú ert ekki að festast í einhverju þjálfarasambandi í 6 ár, skilur þú veist, þú gefur þessu góðan sens og síðan er bara þessu breytt og bara þú flytur til Cookville og fer bara til Fróning og veist, allt þetta Já, ég hugsa bara, ok þessi tímarammi bara sem ég er bara íþróttamaður hann verður einhver tíman búinn bara, þetta er bara tímabil og ég þarf að nýta þetta tímabil eins vel og ég get og ég hef ekki tíma í það að vera að gera einhverja vitleysu fyrir einhvern annan, þú veist, eins og ef ég hef bara látið þetta virka fyrir þjálfaran, þú veist nei, ég ætla að vera heimsmeistari og ég þarf bara að hugsa, heyrðu, hvað þarf ég að gera til að vera heimsmeistari? Ég þarf að gera breytingar þarna og ég þarf að gera þetta, ég þarf að hafa trúa sjálfur mér, þú veist það er bara þú veist, ef maður ætlar sér eitthvað þá nær maður því og maður finnur bara leið og ég hugsa oft bara eins og ég er mjög gjörn á að gera breytingar kannski er ég ekki að gefa öllu nóg miklu sjans en ég finna bara ef eitthvað er að virka og ef það er ekki að virka Algjörlega. og ég er ekki hrætt að taka þetta skref Hver finnst þið vera munurinn á þér 2015, það sem við erum að æfa í Costa Mesa Costa Mesa, já. Það er 2015, fyrir 5 árum tæplega og Sör núna 2020 Það er rosalega mikil sko ég myndi segja svona, þú ert búin að læra helvítið margt og bara sjálfa þig og bara hvernig þú átt að fara að hlutunum 2015 var bara eitt besta ár sem ég hef upplifað sko. Það var svo gaman þú veist, það var bara það var líka svolítið saklust, ég meina þú ert bara að koma á sjónasvið og allir bara, wow Já, það var engin pressa og ég bjóst aldrei við því að ná svona langt og svo ég var bara að hugsa 2015 bara, heyrðu, þetta er bara happa og ég verð að nýta mér þetta á meðan þetta er í gangi, þú veist ég hugsaði aldrei alveg, já skilja að vera eina þetta var bara, herru ég er helviti heppin að vera komin á heimsleikana núna ég þarf að nýta mér þetta, þú veist, og mér var bara alveg sama ég var ekki að setja þessa pressu á mig og ég man að ég fekk hringingu fyrir heimsleikana 2015 frá Pat Sherwood sem var með svona talkshow fyrir heimsleikana og hann var eitthvað, hvernig líður fyrir heimsleikana ég er bara góð sko, hver er markmið já, svona topp 20 þú veist, og svo eftir fyrsta daginn var ég í fyrsta sæti og ég var bara er ég að fara að fá lídershirt þú varst í hvíta bólnum þetta var bara mesta sjokk í heimi sko og mér var bara alveg saman útkomna því ég vissi bara hvað ég þyrfti að gera og því ég er svolítið þar aftur núna ég veit maður á ekki að fara aftur í tíman en
eftir ég byrja að setja of mikla pressu á sjálfan mig og hvað ég held að öllum öðrum finnst já, þessi segir að ég geti gert þetta mjög vel þannig ég verð að gera þetta vel veist, þetta svo mikið kjaftaði þegar maður byrjar að hlusta á einhvern annan en sjálfan sig og þá einhvern veginn misti ég þetta bara svona þetta attitúd að þetta væri gaman og djúvel er ég spennt að challengea mig veist, nú er þetta bara svona hræðslan að feila og hún er svolítið farin núna bara aftur Einmitt, og það líka svona þegar þú gerir þetta með einhverjum öðrum sem kannski, þú veist, er óviljandi að láta pressuna á þig eitthvað svona, hei, þú veist, ég er líka að fórna hérna og þá er tókutinn herri, ég má ekki klúðra, svona, nákvæmlega og þannig ég held að munun sé bara ég er búin að læra helling sjálfan mig, ég veit hvað virkar fyrir mig og ég þarf bara að halda áfram að hafa gaman, þá er ég bara að fara að, þá er ég bara að fara að standa mig vel held ég Já, ég held að það sé engin spurning sko. Vonum það allana Það er líklegt Það er líklegt, vonandi En ef allt fyrir vaskinn þá ertu í námi líka Já, það er í námi, ég er með plan B sko. Það er náttúrulega að klikka við það þú ert að setja niður markmiðum allar þessar keppnir og allt þetta og æfa 3 ára dag en í pásunuðinum þá ertu að læra hvað, sálfræði? Já Einhverja sérstaka sálfræði? Nei, nú er ég bara í bachelor í sálfræði En ég er að taka á 5 árum í staðan fyrir 3 Já, ok, þannig að ég aðeins með nálægi Já, ég er bara í sko, nokkrum áfengum í einu sko. Hvað er það skemmtilegast að vinna á mig? Ég veit þú hefur áhuga á þessu sko, þú ert ekki bara eitthvað drullaður í gegnum þetta Nei, ég elska allar, þú veist, eins og ég er búin að vera rosalega mikið í emotional intelligence núna að læra það þú veist, að fólk að þú veist, hvernig það er að tjá tilfinningarnar sínar með hegðun og svona, mér finnst þetta bara magnað og þú veist, núna er ég reyndar í hvað gerir fólk ofbeldiskennt, þannig að ég er að skrifa ritgerð það, þannig ég er búin að vera að læra nasista og hvernig nasistar fá ekki samvinskupið yfir öllu sem þeir gerðu, hvernig þeim finnst þetta réttlátt og allt svona, þannig að mér finnst rosalega gaman að geta æft, verið íþróttasara komið síðan heim og leið og ég bara opna töluna, þá er ég bara að læra og þá hætti ég að hugsa shit, ég náði ekki þessari lyftu áðan, er ég orðin léleg aftur, svo ég bara, heyrðu, nú þarf ég bara að læra með þessa litlu dúllur hérna af hverju er það að lemja bóbódúkkuna þannig að það er svo gott að geta bara svissað hugafarinu svona, eða bara svona kúpla sig út frá því að vera með alla þessa pressu á mér og ég þarf að standa með þessu móti, ég þarf að gera þetta þetta sýnir manni svolítið að heimurinn er stærri heldur en heimsleikar í CrossFit Akkurat, sko. og maður á það til að gleyma því þegar maður er að stefna að einhverju þá er það bara eina sem maður sér og ég er líka þannig drifin manneskja að ég er bara, ef ég er með markmið það er ekkert annað að fara að komast í hausinn minn sem er að fara að stoppa mig að ná þessu markmið þú veist, þannig er ég bara programmer sko. Þannig að Hvernig finnst þið þá núna eins og að vera með svona markmið þú segir það með svo miklu sjálfströsti bara ég er að fara að vinna heimsleikana Nei, ég segi ég er ekki Ég ætla, þú stefnir að því Ég er að Við jinxum ekki þérna Nei, ekki nálægt því En áttirðu kannski erfitt með það á einhverjum tímapunkti að bara svona þóra að segja þetta uppátt eða bara viðurkenna fyrir sjálfur þér Ég er bara nýbyrja að þóra að segja uppátt En ég meina ég held bara því, þú veist, ég held ég hafi bara meiri trú á mér núna en ég hef haft áður þú veist, ég fekk smá sjálfströst á rókmótinu þegar ég keppti á móti 10 og við vorum eiginlega smá að berjast fyrsta sætið og svo klúðraði ég handstöðupressunum og datt niður í annað sæti með svolítið mörgu stigum og og þá einhvern veginn var ég bara svona, heyrðu 10 er mennsk, hún er ekki fjölmenni eða þú veist, maður horfir bara þú veist, eins og Freyser og svona maður horfir bara á það bara eitthvað, vá þetta liði bara vélmenni þú veist, bara ég er ekki að keppa bara á sama grundu bara, ég á ekki sjensi að vera eins og hún auðvitað er hún next level og ég er ekki nálægt henni núna en ég mun á henni þú veist, það er bara mitt helsta markmið er bara, ef ég næ að toppa þú veist, ef ég næ að verða 1% betri í öllu og kannski 90% betri í sprettum samt ef ég næ því en 1% í öllu já, en 1% í öllu þá mun ég ná að vera heimsmeistari
ég veit það bara, þú veist, eins og Katrín veit það líka, ef að hún bæti sér þessu, ef hún á gott mót, það er allir þessi þættir sem hafa svo mikil áhrif á hvort þú náir markmiðinu eða ekki. Já. Þú veist, þannig að ég held, eða, veist, ég sá það bara á Rogue mótinu, bara, heyrðu, ég hef smá trú á mér núna, svo kannski datt þessi trú svolítið niður þegar ég endaði síðan í 19. sæti á heimsleikunni. Wow, já, einmitt, þetta var svona langt. Þetta var svona langt niður, sko, ég klúðraði alveg heiftarlega á heimsleikunni. Já, en það, já, þessi heimsleika voru náttúrulega skrýtnir. Já, en það ásamt ekki stoppa mann að vera bestur. Algjörlega. Veist, ég meina að 10 vann samt, það sýnir bara, heyrðu, þú þarf bara að drullast til að vera betri á hvernig hlutum. Og þannig verður náttúrulega bara að horfa á þetta. Já, nákvæmlega. En var ekki líka Annie sem að lendi í köttinu á sama tíma? Jú, ég og Annie vorum í köttu samtíma og ég man ekki líka að sæti Annie var hvort hún að vera í 12. 14. Já. Ég man það ekki. Nei, einmitt. Og já, þetta var, þú veist, það var allir sammála með að þetta var skrítið. Já. En það er líka allir svona, hei, þú veist, samt Þú þarf Unni bara að Freyser bæta og Tía. þig. Já, nákvæmlega. En þannig að það er bara, veist, ég er bara spennt að sjá hvernig heimsleikarnir verða núna í ár. Já. Er komið eitthvað út með fyrirkomulag eða Nei. eitthvað svoleiðis? Nei, það er ekkert komið út. Þannig að Hvort þetta komið aftur á social media, sagðirðu? Já, ég heldur að við byrjum núna aftur í janúar. Þannig að þeir eru eitthvað byrjar að standa sér aftur. Greg Glassman að Já, ná sér eftir heilablóðfallið. Já, hann sem saknaði tók þarna. Instagram. Heyrðu, hann með heilablóðfall og hann var í skilnaði, þannig að þú veist, þetta hætti mann á social media þá. Já, þetta var líka eitthvað, það var massa drama í kringum þetta CrossFit HQ dæmi. Já. Eitthvað með að konan var að fara að taka 50% af fyrirtækinu Já, og þetta var eitthvað svo, þú veist, þessi íþrótt má ekki vera persónuleg. Nei, Þú veist, Goggi Glassman má bara fara að selja CrossFit bara og fara að gera eitthvað annað ef að þetta er að fara að vera svona persónulegt, þú veist, ef þetta á að vera heimsklassa íþrótt þá þarf þetta að vera þeir standardar sem að, þú veist, sem að eiga við heimsklassa íþrótt, eða þú veist, það þurfa að vera, þetta má ekki bara vera eitthvað sirkus. nei, og bara einhver einn gaur sem Sem bara að getur stjórna bara fellt öllu. sko ekki mót heldur íþróttina. Já, Það er alveg- nákvæmlega. Það meikar engan sens sko. Nei, En er eitthvað mót sem að kemur svona nálægt í að vera eins og heimsleikarnir í dag? Er ég eitthvað myndi orðið það stórt? segja, nei, ekki það stórt, en ég held að það sé alltaf stækka. Ég meina, Rogue var 2 daga mót í fyrra, það er orðið 3 daga mót núna, það er Já. uppselt á, þú veist, 5 mínútum. Einmitt. Þannig að ég held að það mót sé eiginlega bara kannski að fara að taka við heimsleikunum ef að heimsleikarnir verða aftur, já, sérstakir og þeir voru núna í ár. Já, einmitt. Þannig að, þú veist, ég meina, það er alveg glatað eins og þessar topp 10 stelpur, allar greinanar sem að við erum góður í, sem er búið að kötta okkur út og búið að testa allar góður greinar þeirra. Já, Þú veist, 10 var bara að geispa á milli eventastundum, bara því þetta var svo létt fyrir hana. já, það var galið. Þú veist, þannig að það sem er svo gaman við CrossFit er að, þú veist, 10 er best og þessi kemur úr þessari íþrótt, þannig að hún er að challengea 10. Þessi kemur úr þessari íþrótt, hún er að challengea 10 þannig, þú veist, að fá þetta challenge frá öllum hliðum í staðan fyrir bara, heyrðu, ég veit að ég er langt sterkur sína, ég þarf ekki að hafa mikið fyrir Einmitt, þessu. það var líka það sem var svona brengla við þetta að bara svona, ok, þegar búið að kött út þá var bara augljóst hver að fara að vinna. Já, nákvæmlega. Allan að kvenna megin, Já, sko. einmitt. Já, Noah Olsen er þetta stóð sér ansi vel núna í ár Einmitt, hann var Var í aðeins að- lítir jerseyinu alveg, fram að síðasta eventi. já, síðasta eventi. Já, hann var í lítirsjöldinu þá. Freyserinn samt, hann síndi hvað í sig bjó. Já, Hann er leiðilegur en hann er góður. já. Hann er leilir, hann er góður. Við hefum okkar sögu. Smá svona, já, það er bara, sem eru þreyttar en aðri. Nei, hann er góður í CrossFit, það er ekkert spurning um það. Hvað ertu með marga, ertu ekki með hellinga sponsorum þess að staðan? Ertu Rogue Athlete? Já, ég er Rogue Athlete, já. Þannig að þú þarft að keppa á mótinu? Nei, ég þarf ekkert, en þú veist, það er ekkert skemmtilega en að fara í Rogue Headquarters og sjá allt úti þar. Er það í og- Finnlandi? Nei, Bandaríkjum. Nei, Bandaríkjunum, Já, já. En Rogue Headquarters í Evrópu er það ekki Amsterdam? Það er í Holland? Það er í Belgíu, Það er í Belgíu, já. Antwerpen. Já. Það sem að Bossmann, bestu vingunum mín er. Já, ok. Hún er þaðan. Já, er hún þaðan? Já, Þarft að fara mikið heiminn og ferðast og þú veist, er mikið áreiti kringum alla þessa sponsamál? sko, það er eiginlega bara mismunandi skildur. Það eru örugglega svona 8 myndatökur yfir árið í heildina. Ok. Þau svo eru nokkur appearance.
Það sem þú ert að mæta kannski á mót Já, mæta á mót eða þú veist, eins og núna í sýnileg. Ítalíu þá vorum við að keppa með þessum strák og vorum með appearance á Foodspring búðinum og fólk mátti koma og taka myndir og svona, Já. þú veist, núna eftir 2 vikur er ég að fara til Barcelona fyrir Nike á viðburð sem heitir Fittest Freakist og þá er mynd að taka með því líka og þú veist, það er alveg 4 daga viðburður sko og já, það er eiginlega bara rosalega mismunandi, þú veist. Svo fer ég fyrir Rogue-móti, fer ég til Kaliforníu að gera viðburð fyrir Compex, þú veist, þannig að Getur þetta ekki stundum líka bara verið gaman? Eða? mér finnst þetta rosalega gaman. Já, Ég elska að vera í kringum fólk og þú veist, það er svo gaman að sjá að því einu sinni var ég bara ein af þeim sem voru að líta upp til einhvers, eða fattar við, þú veist, það er svo gaman að lifa sig inn í mómenti með fólkinu, þú veist, við erum að keppa með einhverju liði þannig í Fittest Freakist, þú veist, í fyrra var ég að keppa með 3 strákum sem voru bara að horfa á í stúkunni, Já, alveg, bara valið úr áhorfendunum. Já, sem bara valið úr áhorfendunum og ég hugsa alltaf bara, ef ég hefði verið ein af þeim og Ritz Froning hefði valið mig, eða fattar við, sem að verður að lifa sér svolítið inn í þetta, hvernig þau eru að upplifa þetta. Geðveikt. Og þú veist, það gefur manni bara, ef maður getur hjálpað einhverjum öðrum, þá er þetta alltaf gaman, ég hugsa alltaf þannig. Já, Ef ég get gert eitthvað til að hjálpa einhverjum, þú veist, þá er ég sátt. geggja. Það er gott líka að horfa á þetta þannig, frekar heldur en eitthvað að ég þarf að vera mætt þarna. Já. Auðvitað þegar maður er kannski 3 vikum fyrir mót og allt inn þar ég fara í myndatöku, þú veist, þú kannski kannast við það. Já, að þurfa að biðja um að koma í þessu myndatöku. Þannig að ég er búin að læra því. En það er líka náttúrulega hjálpar þarna að vera með Snorra sem bara Já. getur séð þessi mál út að ég held náttúrulega í grunninn snýst þetta allt saman þú veist, auðvitað að koma á sem flesta staði og allt það, en Já. herru, ef mótið er að nálgast það bara láttu íþróttamannin í friði Já, sko. nú er Snorri vondikallinn og hann segir nei fyrir mig og menn ég var alltaf bara litla Sara sem var alveg, já, við getum bara að redda þessu Já, við og svo var ég hljótum inn í að mér geta alveg, gert shit þannig að nú er Snorri bara, þú veist, og ég og Snorri líka bara komin á þann stað, við erum bara með plan fyrir árið, þú veist, þess að núna erum við bara, heyrðu, janúar er svona, februar er svona, mars er svona, heyrðu, við erum með hana 2 vikur í mars sem það er ekkert að gerast, ef að gera þetta, ef að plana þessu, nei, viltu bara æfa, ok, snill, þú veist, apríl svona, maí svona, þetta var bara, við erum bara komin með ársplanið og svo þetta breytist það, þú veist, maður fara inn í tækifæri eða eitthvað svona, og þá bara gerir maður smá breytingar en svona, þú veist, árið er eiginlega bara komið á dagatali núna, hvernig það verður Já. og maður veit hvað er að ganga fyrir, þú veist, hvað er priority, ef að hinir hlutinir ganga upp í það priority þá er það bara fullkomið, stundum er þetta vesen en ekki oft, Nei. mjög sjaldan. Og þarna er þú í rauninni bara að púsla saman við þau mót sem til langar að keppa á og allt svoleiðis. Já, Geðveikt. já. Og yfirleitt eru sponsorarnir mínir á þessu mótum þannig að þá er ég að nýta þau tækifæri að þegar ég er hvað sem er að ferðast heyrðu, ég fer á búþinn þarna í 2 tíma eða heyrðu, við gerum myndatöku strax eftir mótið eða eitthvað þannig. Já. Er ekki games í ágúst aftur? Jú. Alltaf verslunarhelgin? Já, rétt. Aldrei þjóðatíð? Bara Minnst þess að þetta sína games bara á þjóðatíð. Já, Bara eða á bara hvíta. færa þannig að maður geti tekið bæði. Það væri reyndar mjög gaman. Mér líður ennþá illa eftir að beila 2015 á þér sko. Já, en Björgun kom. Já, ég veit það. Það var, hann stóð við stóru orðin. Já, ekki ég. Nei, eins og svo ofta. Heyrðu, Nei, ég er að tjóka. Ég kem, Þetta kom úr lausu lofti. já, ég kem eftir 5 ár. Fyrirlin þá búinn eða? Nei, ég vona það. Þú veist, ég vona líka mér ná að halda sér í 5 Já, ári viðbót, ok, mér er þetta þannig. Ekki eitthvað svona, Nei. ég nenni ekki að taka 7 árið. Nei, alls ekki þannig. Ég er að vonast til að geta verið þá til í svona 30-31 og svo langar mér náttúrulega bara að fá nokkra unga í hreyrið. Já, Og þið langar í hérna- stóra fjölskyldu. Já, mér langar í stóra fjölskyldu. Þannig að Ofbeldi sinni börn. já, Þess er þetta að lesa um þau núna. ég er allan að lesa um það hvað ég get gert til að testa hvort þau séu óbeldissjúki eða ekki. Hvort þið alast upp sem nasistar eða ekki? Já, ég er kannski ekki alveg komið þangað sko. Ég vona allan innilega að ég mun ekki vera sá fóreldri sem að Elur upp nasista. það væri svolítið leiðilegt. Það er gefult markmið, Já. Sara. Þú það er að vinna games og að leggja upp nasista. Já, nei, ekkert svona kjáta. Þráttur að World War 3 sé svona, Það er að styttist, svo. það styttist þannig að maður veit aldrei. Maður veit aldrei. Herru, Sara Simons, takk eðslega fyrir að koma. Ógeðslega gaman að spjalla við þig. Takk og fyrir mig. þú ert augljóslega á geggjum stað. Þannig Já. ég bara vona að þið gangi sem þú náir að sína hvað ég þið býr Já, á næstunni. ég vona það innilega líka. Það er að fara að gerast. Já. Takk hérna. Takk.